Þetta er nýjum blöður af göngu sína. En einn föstudaginn Öðurblöndur heiti ég og sitt í mínu sæti. Ég ætla að segja eins og alltaf nema við vorum ekki eins og síðasta föstudag við Steindi og í fríi. Sem kannski ástæðan fyrir ég ekstra peppaður fyrir þætti dagsins. Beintum móti mér sitja tveir snillingar Egill Einarsson og Steindi Junior. Er ekki góðir drengir? Við erum helviti góðir. Fyrir utan það að stúdíó er að hrynja. Ég var að leyfa fólki, ég var að setja á the gram. Sjáu þið, nú er mækurinn að Steinda er ég var ekki að hlusta. Ég ætla bara að lækka ég stend bara. Þetta er, fólk fattar ekki. Við lendum oft í alls konar djús vesinn Þannig að félagarnir sko, hérna, setjum út að það er ekki Eyðir nákvæmlega 0 krónum Hver er á undan okkur? Í að byggja þetta stúdíu Hver er á undan okkur þetta? Það er Fúlpi, hann er bara hérna í þessu sæti. Já, hann er fyllibittur. Það eru fyllibittur að vinna. Nei, það er kíkt á túborgælun okkar. Það er bara hár rétt hjá þér, það er Gústi. Og ég spyr bara, hver er að koma til þessi þætti? Hvernig er hann alltaf að skemma stúdíu? Hann fæ bara fyllibittur í spjall, við séum. Þú hlusta á veisluna? Ég get ekki dæmt það, ég síðast alltaf að dæma það. Það var eitthvað að koma nýtt line-up í veislunni. Það er Incompelli, Big Incompelli hættur og hvað var þetta ekki? Þetta er Pretty Boy Choco og Atta Pauls. Þetta er rosalegt line-up. En ég var rosalega harður Big Incompelli maður sko. Hann er orðin stockbroker. Þannig að ég kom með enn eitt brokerfélaga sko, sem ég get verið að velta steinum með. Það er svona jákvæða en gaman að fá samt hérna Pretty og rándýrt og APN. Bjóðum þá velkomna hérna á stöðina. Mikið rétt, en er ekki gír í okkur? Það er fanta gír. Ég er að búin að orða í kvöld með Pétur Jóhanni, þannig ég get ekki annað en verið í gír. Já, það er hlæja mikið. Þú ert að fara út að borða maður. Já, ég til í það. Það er að borða með Pétur Jóhanni en þá hlær maður. Já, ekki því ég ætla að fara að segja, ég ætti að skilja svo var ég að fatta í nýkomin heim frá Atlantic City. Já, þú átti eiginlega ekkert gott skilja núna. Þetta er fyrsti þáttur eftir AC, fyrsti blöð. Við fórum aðeins í skýrslu hérna í blöðkastunum daginn. Já, þar var alveg AC skýrsla. Já, þú er eiginlega að lækka headphone-unum því að við erum að fá feedback hérna Steinn. Þú ert svo fucking amateur hérna. Já, aðeins að Ég ætla ekki að vera lögulega. Ég heyri ekki eins og nei, það er þessi hérna. Þetta eru þín heyrnartól. Hann er ekki eins og með heyrnartól. Nei, þau eru í botni. Þau eru í botni. Já, það er búið að lækka það. Já, við tókum alls AC ferðarsögu Ríkki getur að vera hissu upp á sig í blöðkastunum. Það skrifast ekkert að hanna öll heyrnartól sem í botni þetta. Þau liggja bara að borða hérna. Þú getur ekki alltaf kent Rikka. Nei, nú skulum við gefa honum smá pásu við það sko. Já, herðu, við tókum góða AC-skýrslu í blöðkastunum og ég veit ekki hversu dítilega við förum í það aftur sko, en þetta var bara þannig að menn kom út í bullandi tappi með pöttur í töskum heim og skilst að menn sem kom með útbrott líka. Já, menn er bara einn í hópin sem ekki útbrott. Menn er að gleipa nikotínbúða og hvernig útbrott? Ég sendi það bara í fyrradaga. Ég ætla að fara að segja skipta ykkur máli. Er þið með svona eitthvað eftir ferðið það? Ég bara, hvað? Það er eftir innan blöðkastunum. Það er ekkert að kenna. Við fórum ekki að þetta í blöðkastunum. Ég segi þetta er glæni, þetta er í nýtt info. Ég veit ekki hvort þú varst bara að heyra með pöttuna. Já, það var í það. Fekk hann AC útbrot. Nei, sko, ég veit ekki huginn náttúrulega, ég veit hann hlustar. Ekki sagði ég þetta, ég þú sagði. Nei, það er ekkert að hann er fullur núna, hann hlustar á mánudaginn. Já, sko, það er myndin sem að senda inn í grúpun okkar er með verri myndu sem þau eru sett inn í þessa grúpi. Ég var bara svona, herðu, hvað, ég held fyrst að hann var að fýblast því hann að sína náran ástöðu það er einhvern veginn að teygja hitt frá náran? Herðu, hann er með einhver útbrot á náranum. Hann vil meina þetta sé AC útbrot. Það getur ekki verið, þetta er ekki bara eftir buxum. Nei, hann sagði þetta er ekki AC útbrot. Það var ekki það fyrst í penisnum á honum. Hann vildi meina þetta væri skrítið sem nára. Hann vildi meina þetta væri New York útbrot því að við gistum á gömlu hóteli. Já, en þetta er sko, nú stend ég að sína. Já, hann myndi aldrei drulla yfir AC. Nei, en þetta er allt hér, það sem að hvað þetta penisinn er? Nei, nárin Egill. Sem er, hvað vil hliðin á honum? Hvað vil hliðin á honum? Þetta er ekki penisleysli. Þetta eru náraneysli. Ég er bara að hugsa upp á þetta. Já, og hann var einhver útbrot það. Skrítið staðar fyrir með útbrot það, sko. Og ég hef aldrei heilt það. Þú farir einhvern erlendis og þú sért á það slæmum stað og komir heim með útbrot á náranum. Þetta er bara Það var með þetta á bakinu líka. Nei, ég var bara með þetta á náranum. Já, það var með þetta út um allt. En veistu hvað er að gerast þarna? Það var bara á náranum, sko. Steindi Junior var bara smitan af hræðslu. Já, þetta er þannig eins og Steindi Þetta er að læra á Steindi. Málega, sko, hann er ekki að smitast við erum að vinna með honum á hverjum degi 15 ár.
Steindi sendi mér eitthvað vídjón að það var eitthvað patta í töskuna sem ég gati ekki mér Ok, straka, mér er alveg samáttuðum tala um þetta í blöðkastunum aðeins. Ég ætla aðeins að segja frá Þetta er ekki flóknar en það, þú komst heim með pöttu. Já, ég kom heim, sko, málega það það sem að gerði Ég opnaði töskuna og þar var, og að því að málega er að ég elska internetið í dag, af því að þú getur, sko, þú tekur mynd af pöttunni setur hún á Google og það færð bara nákvæmlega þessi patta og ég fekk Ball Weevil og það er hérna einhver patta, þetta er svona eins og bjalla eða eitthvað, en málið er það, ég vissi ekki þá þannig ég tæmdi töskuna inn í fristi með allt saman og hérna, taskan út í garð. Já, en þú veist að ég ætla með samt heila töskuna, ég setti póka og ég teipaði fyrir hann og ég vakti alla og panikaði, þetta var ekki gott, sko. En mannstu í gær, við vorum bara frá gig í gær, þú komst nú heimtíminn undan og við vorum að spjalla við Rakel, hún var að segja að vinkona hennar kom heim með pöttu frá Tene. Hefur þú stressaði hérna ekki þá? Eða er þetta bara eitthvað svona AC-nója? Nei, þetta er ekki það. Þetta er bara að þú kemur með pöttu heim frá útlandum að því að málega ég er svo ógeðslega varkar með töskunum mína. Ég legg hana ekki upp í rúmin ég set hana upp á skrifborð, það er alltaf yfirleitt svona borð í herbyggjum, ég legg hana alltaf upp á borðið og lokar hana alltaf? Nei, ekki alveg. Það þarf að skeina þér. Ég er með töskunum mína bara í rúminu við hliðina opinn allan tíma. Ég held ekki að pöttur elska að fara hjá mönnum sem eru nójaðir. Veistu hvað? Já, þetta er eins og ég sagði. Ég held að patta að labba fram á töskunum þinn og bara með ekki vera þarna. Við meðum ekki vera endur Hvernig veist þú ert ekki með bedbugs bara heima þér? Þetta er svona secret dæmi. Þetta er bara það sem kemur fyrir það sem þú heldur að koma fyrir. Já, eins og ég hef bara farið út og verið bara, já, ég held að komi patta. Ég mig grunaði ekki að ég fengi pöttu. Nei, þú varst að nójaður að koma eitthvað fyrir. Ég meina þú varst að skoða allt og fannst pöttu. Ég glemd að segja mér reitt talandi AC, það kom alltaf upp einhverju ný og ný dæmi sem það voru ekki tekið fyrir í blöggastinu að ég fór að sækja Steindinu sinni í AC? Já, draga hann niður, fór í herbyggja hans bara einu sinni í ferðinni af því að ég vildi bara leika á honum. Voru ekki suma hæðið það? Jó, hún var suma hæðið, það var beint á mótum hér nema það ég var búin að ákveða fyrir þessa ferð, herðun ég er hérna með öllum æsku vinum mínum og eitthvað svona Steindi. Já, Steindi er bara eins og hann er. Ég ætla ekkert að vera að trufla hann í þessari ferð. Ef hann ekki komið niður á réttum tíma þá ætla ég bara að hoppa í leigubíl. Þetta er bara skemmt. Þá bara heldur í þið með landakvöðs eða með ensvöðs. Ég var bara ákveða bara í ferðinni. Ég ætla ekki að bögga mig neitt á hvað hann er seitt og bara vera góður. Og það gekk. Nefna það, eitt skipti þá er ég einn eitthvað að fara niður og Steindi búin að segja að maður er til að fara niður. Ég bara, ok, ég ætla að tjekka hvort þú sé tilbúin. Þetta var hann ekki tilbúin. En ég beið aðeins að við tókum eitthvað spjallum hvað verið komandi verkefni og eitthvað svona nema það, svo erum við að fara út úr herbygginu hann er að fara að sækja veskið sitt og peningarnir sín og eitthvað það er beintir í sig ég hef ekki notað öryggisseifin á hótelherbyggi sem ég fælt hvað út af hverju ekki og ég spurði bara hvað ertu með eitthvað 1,5 að inni nei, hvað ertu eitthvað rugglega með 70 skallin ekki ég bara hvað þetta gekk ég geymdi vegabrið heldur að þau sem er að fara að þrýfa herbyggið heldur að þau sem er að fara að stela vegabriðin og segja en ég hef lent í því hefur lent í því ég hef samt lent í Atlantic City það, því að málið er það má ekki gleyma því þessi borg hún er sko en blöð, borgin er samt alveg kannski svona 30, 40, 50 árum eftir öðrum borgum og málið það sem er gert þar er að þegar þú borgar hluti þá taka þér kortið og fara með það kemur því ekkert og koma aftur eftir 20 mínútur og ég hugsa, ég sagði akkur kemur ekki bara með posa og af hverju eftir að fara með kortið í svona lengi já, ég lendir að býja þegar það tekið mynd á kortunum mínum og það var alltaf verið að rökka mig í marga mánuði en ef þú varst á Tene gerir það sama þar nei, þá kemur bara reikningur á borðið og ég borgar með korti ertu ekki að hlusta það sem ég sagði þegar þú varst með þetta inn í öryggis og hólfunin og herbygginu þú gerir það á öllum hótelherbyggjum auðvitað alls þar í heiminum það er bara þegar ég nenni ekki að vera það sem Steindir að tala um núna hann neita að láta kortið sitt að borga því hann vildi ekki láta neitt á veitingastæðinu taka myndaði það var með sem ég hef lendi mér finnst það sko mér finnst gott Steindir er alveg eins íktur á öðrum endan og hægt meina hann sé sköður rugglað ég veist bara mér langar að segja ég fór ekki það ég þakkaði fyrir það en málega er þetta svo stundum það er þannig hver geymir vegabrið hefur ekki prove me wrong hefur ekki einhver aðili í þessum ferðum í síðustu 17-20 ára hvað sem er bara hangað það lengi hefur ekki einhver tímar einhver
týnt vegabriðinu Nei. Jú Já, þegar var fullur á Subway Sverrir Bergman, það var ekki stólið að herbyggja Hætt þú að nafngreina menni sem þætti Þú er bara að nafngreina huga og Við klippum þetta út Þetta er í beinni útsendingu Ég er að segja Hann hefur týnt vegabriði og það er djöðs vesen Ég ætlaði bara að hugsa Ég ætla bara að hafa vegabriði með þetta svo ég týnið ekki inn á göngun Já, þú varst líka með peningin En mála, ég sem ballas hérna í hérna hóp og gott að hafa eitt sem alveg guðuruglaður í svona Þú ætlaði að sleppa því að nota dól Nei, bara út af því mála eins og þessi ég lendi þessi því ég var satt einu svona upp á setjumstöðnum á tenni Þú veist, þá hefur gott að vera með smá steindæðinir Nú, hvað gerir það? Og það kemur, ég er að kaupa eitthvað champagne sem Hjöppi senda mig og köfti þetta núna og þegiðu en ég bara kefti það og síðan setti spending my time á Segir alltaf champagne Já, champagne, já Síðan setti spending my time á sem að signature move eins og þú veitum og kemur gæinn og Hilmar Aron var tiny hana en hann elskaði að setja kortið og blip, borga og bara hann í réttunum kortið hann borgar Já, þannig að svona hann borgaði Já, nema að þetta var ég ekki nógu nájaður því að það sást númerið á kortinu Já, inn á Insta Þetta er bara, ég bara læði bara undir að fá með champagne og tenni að 30 gráður aldrei við betri Já, sérst þetta leini sem þryggjast af að tala bara kort, bara framan á því Þú veist það þryggjast að öryggist tala kortu Já, sko, þeir greinlega þurfa ekkert að því aldrei geta misnótað þeir greinlega allavega hana, það logaði hjá mér helviti skrammið út með þetta rúla, út með þetta í kvelli Ég bara, hvað var ég að setja inn? Netan senda á mig Já, að þjóðast með númerinn á kortinu Gilsi, út með þetta í kvelli Þannig að þarna til dæmis moment gott, ég sé, punkturinn minni það gott að hafa eitt nójaðan inn á milli En það tók enginn gerist ekkert með kortið þetta það? Nei, ég fór út svona 6 sekúndur setna ok Þú veist En þú segir, þú veist, það er Steindi er alltaf mjög nójaður Það er pros and cons Ég er með nokkrar reglur þegar nú, ég væri bara til í að að hlustendur myndir líka bara hlusta aðeins núna af því að ef þú vorst að ferðast Þú voru ekki að hlusta á það? Nei, ég er að segja að þú veist, hlusta bara vel Er það að koma að ræða? Nei, ekki að ræða Skilur þetta sem fólk á að gera Það er að taka ferðatips frá Steindóri Hróari Ekki nema og vilja vera útnójaður allt ferðalagið En ég minna hann er ennþá alive and kicking Já, það er líka Og hann er ekkert búið að ræna með hann eitt á þessum ferðalagið 3 reglur Í fyrsta lagi, ekki bregða út af vana í mataræði Það er nummer 1, 2 og 3 Ekki fara allt í að fá þér Hörru, mér langar bara í smokkfiskinn og kíkja eins á þessar rækjur og sleftu Nei, þessi vinnu með þér það, Steindi að þú borðar rusl allan á sér stík Nei, ég ger það ekki Flest íslíka borða hort, fara eldist, borða rusl En fyrir því, þú borðar rusl bara alltaf Nei, bara gerðu bara Það er engin mismun Nei, gerðu bara ekkert vera að breyta til í mataræði Þú veist, ef þú ert vanur að borða eitthvað fisk þá getur þú fengið þig fisk Og ég menna, ég er ekkert á móti Þú mælir ekki með að fólk farið til tenni og fá sér ostrur Aldrei Bara sama mataræði Og taka með sér í mótium, alltaf Þú stoppar kúkin þar, það ekki? Nei, þú stoppar Hann var alltaf að bjóða öllum þetta Ok, við fórum ekkert yfir allt í blöðkastinu Varst að bjóða öllum í móti? Alltaf, alls þar sem við vorum fórum út að borða þá var hann alltaf að spyrja bara, hefði strákar, vandar einhverjum og menn bara, veist, við erum frá Söðugrökk bara, hvað er þetta að dæla á hérna menn þá var þetta Emotium, hann tekur 8 á dag Nei, þú sagði hann mætti taka 8 á dag það má taka 8 á dag Þú veist, ef þú tekur 1 og 2 daga fresti þá ertu basically bara að vera, þá ertu bara með eðlilegar hægðir En tekur hann líka að líði vel í maður, tekur hann sátt hann tekur 8 dag, úti hvernig hægir það? Nei, yfirleitt tek ég bara eitt, bara staup eftir máltíðir til að drepa eins That's it, bara sko að vera með Ég nenni ekki að taka hann að sensa En nennur ekki að skýta, þú veist hvað er konceptið Þú stoppar það ekki Hvað gerir Emotium þá? Þú stoppar það að þú ert að dælis í þig eins og borðið svo smarti sko Emotium þú ert bara ef þú ert að tekur eina núna og svo eina á sunnudaginn og bara hafa stemningskoncept já, þetta er stemning sko en það sé eitthvað þú tekur að þessu þá ættur að skýta á svona 2 vegna fresti ég er ekki eins og það auðvitað ekki alls ekki það er mjög gott að kúka oft ef ég var að stípla svona þá var ég lengur bara að ringja bara í fólk sko ok, hvað er þriðja ráðið? Þriðja ráðið mjög góð ráðlegging þriðja ráðið er í rauninni taka bara kvittanir þú ert á veitingastöðum og búin að því að þá getur þú sýnt bara fram á það að ég borga þetta bara einu sinni En þú í dag borgar þú bara með festur með þetta í símanum og þá bara tvísmellir og kemur kikk
og kemur inn á heimabankan. Já, ég meina tekur við bara physical kvittun. Fyrst er það eitthvað stórmál? Nei Ég meina, ekki bara ágætt að það með fulla vasa blöð. Sko, þetta var reyndar alveg ráðning. En málega þessi patta sem hann kom með þér í faragunum og þú öskrar heima hjá þér og frúin alla fjölskylduna. Og þessi patta, hvað er hún aftur núna, þessi patta? Ég byrjaði að því að veiða hana og setja hann í glas og hún er mjög lítil sko. Þetta er pínu lítil patta sko. Ég manna, þú hringtir í mig og sagði mér en ég var með síma zoomið á 10 og náðu góðri myndafinni sko. Þess vegna gæti ég alveg fundið hvað patta var. En já, ég bara setja hann í glas og er þar og svo er ég til við þetta og svo er hún eiginlega bara orðin svona hálf hreyfing, hún alltaf var í -50 í hálóttunum og lifði þetta afsamt sko. Þú varst bara svo Dustin Hoffman í Outbreak með apan þegar þú sátt að pötta. Málega að þú kemur heimsamt með einhver pöttu. Þetta var Outbreak Málega er að ég get lofa eitthvað því ef það væri núna einhver bandaríkja. Þú teipaði fyrir töskunni þegar Nei, ég teipaði fyrir, ég sett hann í ruslapoka, fötin í ruslapoka því þú passu ekki öllin í fyrstinn. Ég sett hann í ruslapoka, setti svo annar ruslapoka yfir og teipaði fyrir hann. Þú átt að fá það svona galla, svona eins og þú voru í þetta er gallan sem voru í Conairs, ég fór í byrjunni Nei, það var ekki Conair, það var í Rock. Já, fyrir ekki, það er Rock, í byrjunni mástu þetta kom gat á gallan. Já, þetta var nánast það. Þú verið það. En ég bara segja ykkur þú veist að ef ykkur túristar hérðan myndu fara heim til sín og opna og sjá bara og einn játsmið ég get lofa þér, það fólk væri bara anskotin maður, við komum ykkur íslenska pöttu með okkur og tækjum mynd af þessu. Þetta er bara þú stendi. Nei, líka því að við erum ekki með óksla, við erum ekki með jú, við erum alveg með það pöttu sem dreifa sig og geta heilu hús. Við erum með eitt að ég fáa góða við þetta land sem við búum á, það eru pöttuna. En þú getur það eitt að fáa, en reyna loftið og vatnið og fólkið en pöttunar eru ofalega. Hvaða land tuða með Íslandík? En við erum með skóamítilinn sem er helvíti leðilegu sko. Maður getur ekki lengur náði. Við erum með góða ressa, mikið af böðum. Ég er hættur að rakka niður Ísland. Ég er fólk á the positive. Mikið af böðum. Er það bara kost? Þú veist þú kemst allstaðar í ykkur böð. Ekki svona böð, svo farið fresh beer. Ég get sagt ykkur það samstæðan að það sé sund koncept og því að Íslandingar eru sund óð. Það er sökkar, en böðin eru the shit. Ég fór í bað heima á mér í gær í fyrsta sinn sem ég flutti í húsi. Var það ekki bara fínt? Já, það er íslenskt. Í fyrsta skipti varst ekki bara í baði 5-6 ára í húsinu þinni? Ég náttúrulega fyrir sturt. Já, ég veit, en bara þreif mig, sko. Og er þetta svona baðkari svo, þú veist, eins og ég er með þetta hot baðkari, svo kolbarnir? Nei, þetta er svona mitt milli. Já, þá út að vera miklu duglegar að fara í bað. Já, ég fikk það. Rakel hætti eitthvað svona svörtumóni í þetta. Hvað gerður í baðinu? Hvað gerði ég? Ég þreif mig. Ok, bara hvað er að gera? Prófa mér það. Það er svona að byrja þetta. Ég hef bara spyrð það. Nei, bara setja kerti köttin á fóni, Cat Stevens á fónin og slaka hans á. Nei, ég fór bara í bað. Já, ég fór bara í bað og þreif mig. Já, sko strákar, málið með þess að þú veist, hafið ykkur tíman heyrt það í útlöndum, þú veist, Bandaríkjunum, Evrópu, allar taki hvað heimsálfu sem hafið ykkur tíman heyrt að sé bara sundlegar. Sundlegar. Sundlegar í AC. Það eru garðar sem getur fengið að borða, drukki bjór og átt bara góðan tíma. Þú verður að fara að læra góða. Þú getur ekki verið sund og drukki áfengi. Það er ekki fínt að sleppa áfengi einhvers staðar hérna á Íslandi. Nei, ég er að segja, ég myndi að bara fyrir fullorðið fólk, ég skil alveg þú veist að fara með krakkan í sund, ekkert mál, ég ger það oft. Nei, mér finnst bara svo skrítið að vera eitthvað svona, ok, þú ert onni í lauginni, svo allt í hennu bara búin að vera í kannski klukkutíma og búin að renna og krakkarnir og allir orðin svolítið svangir, þú eru svangur út mikið í vatni. Þá getur þú farið í shoppinu í sundlauginni? Nei, þá þarf þetta að fara upp úr, örugglega, og kannski nærða að fá eitthvað snúð frammi sem er harður og eitthvað svona. Auðvitað áttu bara að geta staðið upp á lauginni, lappa 10 metra inn í bara lítið svona hísi að því að veðri býður ekki alltaf upp á hitt. Og fengiði bara, pantaði bara heita máltíð. Fengiði eitt kaldan bjór. Þetta er viðskiptaður. Má ég að skrá þetta niður? Nei, ég er svona, mér finnst þetta stundu að vera smá tímaskegi. Það er bara þart, þú veist, þú getur ekki fara að þurrka heilli fjölskyldu til að fá þér að borða aftur honum. Ég held að rétti ást þetta, framtíðin er í böðunum frekar en sundlögunum. Ef við spólum 50 ára fram með tíman, þá meir líka á sundlögun sem við game over böðin. En síðan svo Sky Lagoon, það þarf eitthvað að hísja upp þessu þar, það er ekki börn leið þar.
Já, við hefum farið þetta áður þar sem Ég ætla að töðuna þóka til að kemur yfirlýsninga börn séu leið Það sem við ætlum að bjóða upp á í dag. Þetta er þáttur sem tekur hittamálin Já, við erum með rosalega þátt í dag. Við fórum í klefa í fyrsta sinni langa tíma við Steindi. Ætlum við að spila það? Já, það er spilað. Við hentum inn á Instagram. Sko, þegar Steindi fyrst af von, þá viljum við þessi spila. Þetta er viðbjörn. Það er það að segja núna. Það er, ég, mér nakk riðumst. Nei, ekki nakk. Nei, bara en svo heyrur eftir hvað gerist eftir við rífumst. Það er mesta KO. Þetta er eiginlega, ég ætla að kalla það bara KO-klefan. Er þú að rota Stóni? Já. Ég elska það Stóni, hann er með góð högu samt. Tekur samt. Mæta allt aftur. Þetta var skellt á mig, en svo náttúrulega drengi, við komum ekkert inn á það hér í byrjun, enda virðast bara enginn var að koma inn á það er Eurovision helgina. Sko ég er að horfa á Eurovision og ég er að ofpeppast. Það er máli. Og líka ég tók alltaf undarkeppnina. Ég vissi ekki svona af hennar fyrir. Nei, ég fór hún á Vísi og allt í það sá ég Hera er dottin út og ég bara býtti að Eurovision í kvöld. Já, þetta er eitthvað. En sko, það sem stendur upp sko, Svíarnir gerir þetta drullu vel, sjóið er helviti gott og Hera stóð sér bara helvíti vel. Djöfull getur hún sungið og djöfull kefti með henni. Það hefur verið gaman að fá hann áfram. Heyra meira það á eftir því að okkar besti maður Hjörvar Hafliðason, hann er stattur í Svíþjóð. Hann hefur farið fyrir FN95 blöð á allar Eurovision keppnir. Hann er on the ground. Þannig ég ætla að ringi hann á eftir. Það er alltaf gott að heyra í Eurohjöpa. Ég held þetta sé 12 ári í röð sem hann fer út. Já, ég meina, sem er rosa sterkt hann fyrir okkur. mæti bara alltaf Ég veit það. Já, við borgum flug og hótel fyrir hann, en svo er hann bara á sín megin pening. Svo bara hefur hann gaman. Og við ætlum að ringi hann á eftir. Við erum með spurningakeppni. Gilsar hans hvað er að tala um það? Sko, ég er með þetta King of Being a Stalker. Út af því að umtalast að seri í dag er Baby Reindeer. Ekki tala um Baby Reindeer því ég er með það í slúrinu. Já, ok. En basically, bara ræðu þá eftir. En sérst, King, hver er betri í svona eldirhelli? Þú vilt ekki vinna þetta. Jú, þú vilt vinna þetta. Nei, hvað er það? King of Stalker. Sko, góður eldirhellir er með marga kosti sem þú vilt. Það vera consistent, þú sérði eitthvað svo vilt og ferð á eftir. Það er alveg margt jákvæmt að vera góður eldirhelli. Viltu vera sko, en þú veist, Stalker, ég sé fyrir mig bara frakkan og píp og kíkinn og þú líka hefur séð í frakka og þú huggulegt í gæi ég séð í frakka og stunni og var að skeggið ef við erum hef ég einhvern tíma verið í frakka bara grá síður jakki og steindi með bara nýbakað ég var að skegg hvenar hef ég átt gráan síða frakka þú varst í með AC gráið sem að næri þetta niður Grái? Hvernig er hann litin en það frakki? Já, er það ekki grár frakki? Jú, hvernig hef ég verið í grár? Nei, það er ekki frakki Síður jakki? Nei, það er bara svona regn Þetta er frá Kultúr Hvað tókstu regnjaka mér út? Snorri Kultúr sagði bara, þú eru að hafa þetta maður Já, þetta er nettu frakki Já, og hann er grár, eða ekki? Það er ekki að grínast með frakkan Nei, er ekki grár? Jú Af því þú varst að segja að þú voru aldrei átt grár Nei, ég held að vera að tala um svona frakka Þetta er bara svona, þetta er basically bara svona svo regnjakki Hefur að gera íslenska Þetta er bara síður jakki Og hvað kallast það? Þetta er ekki frakki sem hún ferði yfir Skilur, frakki er svona hlýr yfir jakkaföt Ég veist hvað þetta er bara grár frakki Hvað er sem hugmynd var að koma? Hefur að gera íslenska átbreykmynd Nefna í staðin fyrir að gerast í Kaliforníu svo átbreyk og Dustin Hoffman leikur aðalega Það var steindi, þetta gerist í Mosó og það komið pöttu frá AC Já, bitur að skóa Hefur að velta steinum með þetta? Já, þú sko, nei, málega er að þetta getur líka verið svona AC-patta sem býtu þig og hérna Þú færið einhvers konar góða eiginleika Svona eins og Spiderman fær náttúrulega Má ég spyrja það einu núna stendi? Góða eiginleika? Já, þú veist, ég minna, hann getur skotið vef og er svona hverfishetja Og enginn er enn að finna neða neitt Hvor finnst þér, að því að við erum að fara í spurningakeppnina King of Stalker Já Svo vilt vinna Nei, það vill enginn vinna þetta Hvor okkar finnst þér vera með meiri Stalker útlit? Útlit? Ég held að það sé þú Ekki þú í mottu og í gráum frakka eða? Nei, ég held að sé Er það því að sköllóttur eða? Það eru þín orð sko Ég hef ekki séð sköllóttin eldirhelli Ég er bara stútir að sögja heldur lengi Er það? Það er reyfilt mig yfir að skegg Já og veist, ég ætla ekki að vera leðilegu sko, þú ert eiginlega bara hafið aldrei séð Something About Mary það sem hann var með kláða útbrotinn og var að elda hana Mary hann að sköllóttu sko það er bíómynd það er
Það er reyndar Hvað, þekkjumslega marga alvöru Þetta er reyndar stalkers? smekklegt keio Þetta ég hef búin að stengla á þeim eldirhelli Ég meina hvað, þekkið bara marga eldirhelli persónulega? Maðurinn er nýbúin að öskra þetta, hann hef aldrei átt gráan frakka. Það var í jólunni EXI, sko. Já, fyrir 70 síðan. Hörru, við erum nýjan lið sem heitir Ef þú mættir sturlaða staðreyndir á sínu stað og eitthvað, ég veit ekki hvað við erum konir langt fram yfir hérna. Djöld getum við talað, drengir. Við eigum bara að tala, við eigum ekkert að vera að pæla í þessu. Júró Hjöppi er stattur í Svíþjóð, hann heimtaði óskalag og ég ætla að verða við þessu óskalagi. Og þetta lag hefur ekki verið spilað lengi, en þetta er hans uppáhaldslag, Bailando. Veit ekki, það er eitthvað sönnað þessu. Rosalegt lag, Enrique. Hvað var það með Enrique Iglesias? Hann hlýtur að koma til fullu. Þetta er FM 957. Hárrétt, það eru Keilautunum Túborg Léttöl sem fær ykkur F95 blöð hér á F957, drengir, og þetta hefur held ég bara ekki gest að við þurfum að taka auglýsingar áður fyrir mig slúður. Tölum svo mikið í fyrst einkomu að þetta first time only. Þetta er eitthvað sem ég hefði aldrei getað kallað en þú fylgist betur með þessu. Það er ástæða fyrir að ég er á tökkunum hérna. 13 ára. Sko. Ég geti talað pöttusögunan Stóni í 4-6 klukkur. Ég er með light beer og ég er bara léttur ljúður. Við tökum kannski einhvern tíðan sem að það væri gaman að fá aftur myndireiði, taka pöttu þátt. En að taka bara hérna næsta þátt í mynda blöggastinu og þá sýnur þú vídeo sem setur á grúpuna. Þegar hún á hlaupinum í glasinu, þá getur þú sýnt pöttuna. Já, sýnum pöttuna. Já, þú veit að ég er með fullt að myndum að pöttu. Herðu, það er hins vegar komið að slúðri hér í F95 blöð og ég er með Þetta brakandi fest erlend slúður. Já, ég ætla að enda á þessu. Já, góð tíð er þetta í lagi. Þetta er í lagi. Það hefur ekki farið fram hjá neinum held ég sem er með internetið að Justin Bieber, hann er verið pappi. Hailey Bieber, hún er ólétt. Þetta er fyrsti grislingur hans. Já, fyrsti grislingur hans. Og sko þetta er hamingi hérna alla frá Íslandi. Sjálfsögðu, það var bara congratulations. Það er svo mikið að fréttum tengdi svo og það er galið. Nú það, hvað er þetta bara barn á leiðinni eða? Jú, það er rosa orðrómi núna að séu tvíburar, hún þurfti að staðfesta það, móður hennar þurfti að staðfesta að þetta er ekki tvíburar. Já, orðrómur að þetta væri tvíburar. Af hverju þarf að leiðrétta það? Men það er breytt krakki. Af hverju? Ef það kemur The Beliebers eru rugglaði. Nei, menn að það kemur frétt bara, heyrðu, við erum að heyra hérna á þessum fréttamiðli að þetta séu tvíburar. Og ert þú það bara heima hjá þér, bara, heyrðu, anskotin hafa, við þurfum að heyra í þessu, við þurfum að fara með yfirlýsingu. Þetta er bara eitthvað. Vonandi að svona komið smá gleði yfir Big Machine eftir þetta. Búin að þungt yfir honum lengi. Grátandi á Instagram. Já, fór hann eins og í kórnum. Ég sá bara, ég hef aldrei séð að þunglindan. Það er langt síðan. Ég veit, hann er bara þunglindu síðan. Já, hann reynda, hann náði sér á strik og hérna með þökk, bara hjálp Jay-Z. Nei, ég var búin að kalla að þetta myndi gerast þegar að það allt byrjaði, sko. Að hvað? Ég var búin að kalla þetta. Hvað? Nú er þetta að spóla langt aftur í tíma. Já, þú varst ekki búin að kalla þau með degna spatt og sagði myndi að hætta saman, sko. Nei, ég var búin að kalla það að þetta færi kannski ekki allt og vel í okkar mann, sko. En kannski var hann grátandi og gleði. Ég veit ekki, ég er ekki eldan. Ég hef ekki séð hvernig grátur. Myndur þú segja að það hefur öskugrátur eða bara svona tár, lekandi tár? Lekandi tár. Já, það er þetta að lesa það. Og Balli, nú er líka, þú veist, nú er líka bara Stephen Baldwin með badnabann. Já, hann er hún afi. Sko, það er enginn sem er að hlusta sem veit hvað Stephen Baldwin er. Það veit allir hvað Stephen Baldwin er. Ok, en sko, vitið hvað komið mest á orð? Ég hef ekki séð þetta á neinum íslenskum miðlum, reyndar hefur ekki farið þar inn í klukktíma, að hún er komið 6 mann á leið. Já. Þannig að þetta var ekki, veist, hún er bara, hún er bara ekki búin að vera að posta á the gram. Nei, ég meina bara. Já, sko, ég held að þetta væri bara nýbúið að gerast. Það er líka mismunandi bara hvernig sko kúlur eru á konum. Þú veist, stundum sést bara mjög illa og sést dólið. Þú veist að það var svolítið stóra kúlur, eða ekki? Ég skilði þetta ekki. En ég er að segja að þú veist, það fer rosalega eftir ég þarf að vera mynd, sko, svipun og stendur. Ég er bara, en það fer eftir hvernig bara krakkin liggur og hvernig líkamsbygging. En hún kannski sást bara ekki á henni. Eða hún er ekki búin að vera að láta mynda sig. En svo koma hérna fleiri Svo ættum að rýna vel í þetta eins og síðan svona og sko. En sko, svo koma fleiri skrýtnifréttir eins og að hún er komið 6 mánaðar, ég vissi það ekki. En þetta finnst mér líka svo ömulegt. Greiði Selena Gomez sem er fyrrverandi kærasta Justin Bieber. Hún postaði sama dag og þau postuðu myndinni, þá postaði hún sem sagt mynd af sér og kærastan sínu sem sagt, þetta er henduna þeirra og gerði svona hjarta og nú vil fólk meina hún sé að skjóta á Bieber hjónin eða svona að sína hún er líka ástfangin og sama dag. Já, sama dag. Eftir að þau posta The Kid. Já. Að postar hún mynd af höndum
Já, svona sína hún sér líka ástæðan. En svo var hún kannski ekkert að því. Kannski var hún bara Af hverju erum við að ræða þetta? Það er bara að vera að velta steinum Steinþór. Ég er bara að spyrja konceptið hérna Heldur þú að Selena Gomez að við hendur svo inn til þess að sína líka hún sér ástæðan? Ég hef svo litla skoðun á þessu máli að ég á erfitt með að hlusta á þetta. Þú ert satt málið samt. Þú ert okkar besti maður í slúði. Já, ég meina, á ég að lesa í það? Ég er að lesa í það, vilji. Ég held að ég geti pottið fundið slúður ef ég tala við our dedicated fans sem finna allt by the way. Að ég hafi haft rangt fyrir mig nokkuð. Já, þú har sagt bara að samband verður dautt eftir 2 ár sko. En ég geti líka komið tilbaka með svona bara montas af klippum það sem ég hafi rétt fyrir mér og spila fyrir þig. Er það sem minnir mig það? Ég get líka spila eina klippu fyrir þig. Er það sem klefin sem hún gera á hana? Nei, það er ekki það sko. Það verður fínt að myndir ekki gera það. Já, ég er alltaf að fara að spila. En mannstu þegar þú talar að fá krokodílatatú, þú sagði að það væri bara ef að Tindastóll yrði Íslandsmeistar þetta fyrra árið. Já, var það ekki? Nei, ég ætla að leyfa að heyra þetta eina klippu sem ég senda. Ég er búin að lofa í þættunum, ég fæ mig krokodílinn á baki. Ekki yfir allt baki samt sko. Nei, þú veist, þetta er heima bæruna þess að hann er bara frá Sauðárkróki. Það er Tindastóll, það er með flottasta logo landsins. Ég var löngu búin að fá mér það. Og ef þú færir auðviti, þá fæ ég mér það. Lofar þú? Já, þetta er documented. Þetta lofa ég því. Þú lofar að ef ég fæ mig krokodíl, þá færðu þú það líka. Akkur ætti ekki að fá mig krokodíl á hendina. Það er ekkert eðlilega svar. Hann er það. Já, en er svo ekki til líka klippað sem ég sagði hitt, skilur við? Nei, þetta er bara klippað sem þú lofar að ég myndi að fá mig krokodíl, þá myndi þú fá það. Já, þetta þarftu bara og eins og ég sagði, it's documented. Fáðu bara hana krokodíl, skilur. En finnst þér samt ekki skrítið blöð ef ég fæ mér hana krokodíl? Finnst þér ekki skrítið að ég myndi fá mig bara jafn stóran krokodíl og þú ert frá króknum, skilur? Ég meina, ok, ertu búin að breyta svona rosalega sem þú talaði þannig? Nei, ég bara að segja þetta var bara minnstamál í heiminn. Núna er þetta allt góða skrítið. Documented, sko. Já, documented. En ég hef líka sagt á þetta, þú veist, allt sem ég er að segja þessum þetta núna, ég er örugglega ekki sammálaðið morgun, sko. Mér finnst bara að maður holta með að breyta. En þannig ertu búin að lofa samt, sko. Já, við hvað það væri skrítið en maður verður alltaf að segja eitthvað og þyrftir að stick to it through life. Ef þú lofar því, já. Nei, ég sagði ekki sverja. Já, reyndar varst ekki. Það er enda króksverða konceptið að sverja sko. Já, reyndar. Herru, það er síðasta slúðrið og það er af Kim Kardashian. Hún tók þátt í róstuna á Tom Brady. Ertu búin að horfa á það? Ég er búin að sjá nokkra klippur og margt af þessu er helviti gott. Ég er ekki bara aðeins svo langdreitu, 3 tíma. Ég tók ekki allt, ég tók bara eitt gæja sem ég aldrei sé áður. Hann var geggjaður, ég veit hvernig þú tala um. En hún var hérna heitir hún ekki Nikki Glaser. Hún var yfirburðað. Og mér varst þess að Kim og kom hana, mér varst það með góðan brandara. Já, en náði ekki að hérna þegar hún lenti í hostile crowd. Já, en það sem náði ekki hún fram. Af hverju fekk hún hostile crowd? Ég veit það ekki, það er púað á hana þegar hún fyrir upp á svið. En það er búið að edita það á Netflix. Já, það er búið að spila núna róstið og búið að taka púið út. Það var þetta ekki beinnið? Jú, en núna á streymisveitunni er búið að taka það út. Og það heldur allir að þetta hefur verið mammina sem hefur hringt og það er ekki enn vitað. En Kevin Hart vildi meina að hann hafi tekið þessa ákvörðun sjálfur, ekki mamma hennar brjáluð og hann hafi viljað láta taka þetta út. Er þetta ekki bara frekar yfir með Netflix sem segja bara, hey, okkur finnst þetta hallarslegt að setja að púi eitthvað? Núna er búið að gera svo mikið mál úr þessu. Ég held að það hefur verið betra bara að hafa púið. Mér finnst það lélætt að púa Kim. Leiðinni bara fara upp á svið og taka her routine. Auðvitað, þú mátt hafa þína skoðun á mannesku. Þú púar ekki fólk upp á sviði. Bara þú veist, hún er bara mætt þarna góðgerðarkvöld að segja brandara. En út af hverju var púa samt? Hún fylgir sér svo lítið með. Var hún að taka eitthvað? Nei, var hún með eitthvað steikta skoðun fyrir vikunni? Nei, áður hún byrjar að tala sko. Þetta er basically bara fólk sem að ákveða að vera heyrur út af því að hérna út af þáttunum út af því að hún konceptið er að hún er fræg fyrir að hafa verið upp í rúmi með penis og það hefði farið út með og basically konceptið er af hverju hún hann að segja grín og hún var fræg fyrir það að myndband lag og það er púið það var það sem er, það er lélegt. Heldur þú getur lifa á þeirri fræði í 25 ára, 20 ár? Þú þarft að hafa eitthvað sko. Ég meina, hún er búin að byggja upp veld eftir það. Og hérna á Plus líka púa bara út af þá. Hún kannski var hún samt með eitthvað óvinnsala skoðun rétt áður. Þetta var skrítið út af því að hún er búin að gera margt frábæð svo málega og seniorinn er harður aðdóðandi. Sko, við getum hringt í hann ána það var gott ef hann myndi þakka lestur við getum spurt hann bara veist af hverju að púa hann er auðvitað með eitthvað svona nýrra eða svona pirrandi hann er hún kemur með drullu góðan brandara sem hefði potið fengið hlátur en púið eðilega ég veit þetta var slúður pakki dagsins talandu svona róst það er búið að reyna að gera þetta á Íslandi heil lengi ég hef sko heyrt í
það er mörg framleiðslufyrirtæki ætlað að fara í þetta. Sko ég var til í Steinda Junior Roast Þá Dóra DNA Það var í álum Nei, það þyrst að vera meira Blöðkæli og tala um hvað seit Nei, I had a hell of a goddamn time ég var til að vera þetta en ég held að það þyrst að vera einhver annar í stólnum Er þetta Björk eða Bubbi Já, Björk eða Bubbi eða einhver Topp tónlistarstöðin FM 957 Það held ég kæru hlustendur Þið eruð að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við Steindi erum komnir í klefan og við vorum að fatta það Steindi það orðið heldur langt sem við sátum hérna inni Erum við byrjar að fækka klefum, það má ekki mér þykir svo vænt klefum Sko, nei, við erum ekki sko, af því að það er náttúrulega Það voru fórseta þannig að það er búið að vera mikil gestagangur Það er rétt Þannig að en við látum það ekki stoppa okkur í dag Við ætlum að fara í klefa og af því að sko, þú hendir nefnilega á grammi í dag Ég hendi á Instagram að við verðum á leiðinni klefa og hvað vildi fólk Já, og það kom langmest uppi þegar ekki skellt á mig Já, skellt á mig og ég fatta það þegar ég var að lesa það er helviti langt sem ég fórum í það Já og það sem að rifjast líkum fyrir mér þegar við vorum búin ákveða að fara í þennan lið hvað þú ert lélugur í honum ég er ekki að segja ég sé snillingur í honum sko, en ég er tölvast betur en þú sko, málið það, ég ætla nú aðeins að fá að verja mig ég er ekki þú reyndir einhvern að ringja í tannlæknastofu já, ég er búin að vera óheppin í honum þú er búin að vera vitlaus í honum nei, ég er búin að vera óheppin, ég ætla að ringja í tannlækni af því að ef þú ert að bora í jaxl og þú fær símtal þú hefur engan tíma Nei, en það er engin tannlæknir, ég var að útskýra fyrir þá og skal gera það aftur, það er engin tannlæknir sem tekur síman Það er nefnilega máli komist að því Já, við komumst að því, ég þurfti það sko hvað var þetta, 2-3 mínúti, ég held að við höfum bara skellt á Já, þetta var eitthvað svoleiðis en ég er með pælingu núna Ok, ég held að ég sé með pælingu líka, nei, býtu, var ég að tíninni ég kom með eitthvað pælingum Ef við finnum eitthvað Herru, en ég sko, málega, hvað er metið í þessu? Það er mjög stutt sko Það er bara eitthvað nokkar seg Nú hvað ertu með eitthvað svona rosalega Þú veist það má ekki vera með helberan dónaskap Það er gamla góða reglan Ekki dónaskapur Já, þú mátt alveg vera með nettan dónaskap en ekki eitthvað viti Já, mátt alveg segja skít í því En þú veist, sko Já, ég held ég sé bara með þetta Ég er með meira svona smá skrítið sko Að við segja það pælinguna Nei, ég til ég heyra hann bara Hvað er þetta fyrirtæki eða er þetta Ég get bara sagt þér hana Nei, ég vil heyra hann þú byrjar Er það? Já Ok Hvað Þetta er einstaklingur Einstaklingur Þá fyrir við á gamla góða Við þurfum að vera með tíman Já, herru, ég er með tíman og þér og þú á mér Ég stýtti klukkunni hérna Þú hefur líka stundum ítt svolítið seint á stað sko. Ertu eitthvað rugg? Nei, ítt af þegar símtalið Þú er að byrja þegar Sko býtu Byrjaði ekki Nei, en þegar manneskjan svarar Þá ítur Já, auðvitað Ekki þegar kemur sót Nei, ég veit allt um það Hvað viltu konið að kall? Já, fyrir eitthvað sem að veit ekki hvað þessi liður gengur út á þá átt að reyna að láta skella á sem skemmst tíma þetta er ekki þroskaðan en það Er þetta ekki þannig að svona nú er ég bara ángríns, er ég ekki að meta þetta rétt að konur hanga þær eru aðeins kurtisæri heldur en þú veist, ef ég fæ eitthvað pirraðan náung á línuna þá gæti ég núna verið að fara að bæta met í þessu Ok, hvaða nafn viltu? Ég er spenntur að heyra, bæta met Það skiptir engum máli þá fyrir við Hafþór Tíminn maður Já, þú er að leiða hann svarar Ég veit það Steinþór Ok, ég ætla að reyna að bæta met í þessu sko Hafþór? Já, Hafþór Þetta er Olgeir Hafþór Hafþór Ég var að fatta að við ættum ammali saman degi Getum við kannski að halda upp ammali saman Ég var að halda upp á saman Já, ammali okkar, já, við getum alveg að halda upp ammali okkar saman Það er ekkert mál Hvað viltu gera? Hvað viltu gera? Hafþór, getur við verið með pening Hafþór? 500 skall, borga föstudaginn Næstu viku, gerðu það Hafþór Steinþór minn Ég var að reyna að halda þér Þetta er lélegasta símtal Það var með pening sko Þetta er lélegasta símtal Anskotin maður Og tímur er ennþá í gangi Tímur er ennþá í gangi, hann er ekki búin að skella á Þetta er ekki Útkomin í 50 sekundur Þetta telur ekki Ég fæ alltaf annað símtal Hann vissi hver ég var Sikk hvað þetta var svo lélegt maður Ég er ekki búin að skella á hann Ég geti það hver er lengst að skella á Einu gallin í þessu að ég fraus þetta Við erum konið 1 og 10 Þetta var lélegt maður, þetta var mitt lélegasta símtal Afsakaðu þetta Ekki máli Góða helgi Sko, þetta var 1 og 15, það kom að mér Aldrei, glimtu því Aldrei, sko þetta var lélegt Sikk hvað þetta var lélegt Ég þarf að vinna 1 og 15 Nei, hann skellt ekki á, ég þarf bara basically að láta skella mig Nei, ég fæ samt annað Ég fattaði náttúrulega ekki að sko
Þetta er ekki hvað. Og hvað var grínið? Nei, ég skilur það ekki. Það var ekkert grín. Hvað, þú veist alltaf bæta með? Mér fannst bara svo, ef ykkur ókunnur ringir og segist til að halda upp ammali með mér að eitthvað svo Var það máli? Já, hring þú, ég ætla að skoða fiskifréttir. Ætla að ringi bónda? Nei, ég bara ringi eitthvað hérna út í bæ. Ég náttúrulega get ekki tapað fyrir þess. Nei. Þannig að þú lest skell á þig. Ef þú skelltir á hann í síðasta. Já. Hætt að ringi í mig! Hætt að ringja! Veistu hvað klukkan er? Hætt að ringi í mig! Hætt að ringja! Hanna! 14 sekúndur! Þetta var léttur sigur í dag. Já, bitu Sko, það var ekki svona skellt á þig. Jú. Ég var í 14 sekúndur. Jú, það var skellt á mig áðan. Nei. Jú, þegar vorum að taka upp þetta þegar ég var að segja við Steindi, nú verð ég bara að segja hlustendur satt frá. Steindi er búin að fá nokkur símtöl. Ég fekk 1 símtal og það var 14 sekúndur. Já, ég klúraði náttúrulega, hann vissi hver ég var þetta fyrst. Já, svo var tannlæknastofan. Nei. Hvað, ætlar að fá enn eitt sjans? Það er ekki tannlæknastofa. Hæ? Hvað tannlæknastofa er það? Ég get alveg beðið óskum að hafa það með inni þegar hún klippir. Þú veist að beðum að fá fölsku tennur ömmuðunar uppi. Það var hræðilegt. Það var þú sem lest skell á. Nei. Það var ekki að gerast. Nei. Ok, hvað ætlar að gera núna? Nú ætlum ég bara að herfi. Hringdu fyrir mig. Við leynum einhvern fyrir hlustendum. Þú ert búin að ringja tvisvar. Viðbjóðslega símtöl. Aldrei verið skellt að þig. Og það var skellt að mig eftir 14 sekundur. Já, ég vissi ekki að ég geti bara ringt og öskra. Ég get látið skella mig á 3 sekundum ég má bara öskra. Það má allt nema að vera með einhvern ógeðslan dónaskap. Sko, ég get gert það sama. Ætlar að fæla eitt símtali? Já, hvað, því þú lærir af mér? Nei, ég vissi ekki að mætti bara ringja og öskra eitt orð á fullu. Hvað? Það er ekkert símtal. Þetta er bara að láta skella á sig. Það er það sem að leikurinn gengur út á. Já, ég vissi ekki að það mætti. Herru, spilum bara núna tannlækna símtalið og svo er þetta búið. Ok, hring þú bara eitthvað og ég skal öskra eitt orð. Ég lofa Þú mátt ekki að herma eftir mér. Ok, hringdu þá og ég skal hrína. Já, menn að gerðu bara, þú veist. Ég get gert bara svona. Já, en þú átt á því að þetta er 3. símtalið þitt. Já, en það verður Finnst það ekki pínu svindlega? Jú, en sérðu, ef ég hringi núna og hrína í 10 sekundur, heldur það verður ekki skellt á mig? Já, út af hvað gengur leikurinn? Að skella á sig, ég held að það væri einhverju reglur í þessu. Já, þú mátt bara ekki vera dónalegur. Já, ég held maður þyrfti að Mátt ekki vera með einhver ógeðslega orð. Ok Þetta er svo mikið svindl. Sko, bara svo vitið að ég skal lofa ykkur því, kæru hlustundur, að Steindi lét klippa út tannlækna síntalið. Því að ef ykkur fannst síntalið vont þarna sem að reyna að eiga sama afmælisdag, þá var hitt svona 10 sinni verra. Þannig að þið fáðu örugglega aldrei að heyra það. Þannig að hann er að fá sitt 3. síntalið. Ertu tilbúin? Já Ég ætla að bæta með, ég ætla að vinna þig. Já, með því að herma eftir mér? Nei, ég ætla að gera annað. Ástæðan fyrir ég læt þið fara á undan og hermið svo. Nei, sérðu, ég er að gera allt öðru sig. Ok. Tilbúin? Nú það bara einhver að svara. Halló En þá línu sko. Veldu ekki Skell á Þú mátt ekki að skella á. Halló Og ég get bara að skella á. Ertu á línunni? Halló Ég held bara með síman gangandi sko. Þú getur séð hérna og hann er ekki búið að skella á þér. Hvernig stendur á þessu? Hvað var þetta lágt? Þetta var 1:30. Þetta var skellt á mig Steindi með 3 símtöl. Þetta var ógeðslega létt. Þetta var óþægilega stafast sko. Já, þetta verður spila. Þetta var Ég ætla bara að hætti þessu lið. Ok, sko hvað er málið? Nei, ég ætla ekki að fá fleiri. Ég ætla bara að spyrja það. Nú er ég bara að vita. Ég ætla bara að spyrja það. Þetta verður spila. Já, ég ætla bara að spyrja þig.
Ég skal sleppa tannlæknastofunni. Ok, ég ætla að spyrja núna Vertu heiðalög Já. Af hverju var ekki skellt á mig þarna? Af hverju er þetta, lendi ég bara í þessu? Þetta er tækni sem að þarf að nota í Sko, þessu. það var ógeðslega óþægilegt Þetta var Þetta var hrikalegt, maður. Ég held að ég myndi ná svona 5 sekundum sko. Já, það varst í 1:30. Ég er bara Takk fyrir til orðið. orð með þetta FM 957. Please stay. Þetta finnst mér flott lag, drengir. Já, Benson Boone. Beautiful Things hér í Benson Boone. Benson Boone. Ég ætla 9 blöð. Já Það styttist í Euro Hjöppa. Hann er stattur í Svíþjóð. Hann bað mig að bíða aðeins áður en hringi hann. Og við viljum að fá svona stöðuna bara á íslenska hópnum að núti í Svíþjóð. Og ég er dröllu peppaði fyrir að heyra hvernig staðan er sko. Já, Og það er að tala um þessi lítil stemning við sko Eurovision. Það var gaman að heyra hvað Hjöppi segja. Hann er stattur á svæðinu sko. Ég er allan heldur peppaður. Já, hann var reyndar að senda mér, hann heimta dagpenninga líka núna. Við þurfum einhvern veginn að senda mér. Þetta er eitthvað sem ég á ekki verið að hendi í loftið. Það þarf að lifa þarna. Já, sjálfsög, við hljótum að græja það. En herðu, áður við fáum Eurohjöppa á línuna, þá ætlum við að fara í spurningakeppni Gilsarans og það er tengt þáttunum Baby Reindeer. Það er ekki svo viltu vinna. Nei, þú vilt ekki vera stalker. King of being a stalker. Já. Það er bara hver er betri eldihrellir. Ok. Hver hefur, þetta er málega, góður eldihrellir þarf að hafa eiginleika. Hvað gerir það góðum eldihrelli? Já, svo veist, þetta er bara, þetta er alltaf ótrúlega bara eins og með hana vinkonum mín Baby Reindeer, hana Fiona Harvey sem heitir Martha í þáttunum. Hún var highly consistent. Já. Hún sendi 40.000 tölvupósta, segjum að það sé yfir árs period, það er ykkur 108-9 póstar á dag sem ég reyndar sko, ég veit að það er mikið gert út úr þessum 40.000 tölvupóstum. Mér finnst ekkert svo mikið að senda rétt yfir 100 póst á dag. Segjum að hún sé bara að senda mail á þennan eina gæja, Richard Gett. Sko, þú náttúrulega sendir 100 póst á dag. Sko, ég er helliga gæja að hlusta, helliga liða að hlusta núna, sem er að vinna ykkur í fyrirtækjum, ykkur stjórnunarstöðum eða eitthvað, sem er að senda miklu með 100 póst á dag. Þannig að mér finnst 110 póstur á dag, þegar sagt 40.000 tölvupóstar. Þetta er ekki nefn ykkur 110 mail á dag sko. Þannig að hún líka með vinna með stutt hnitmiðu mail. Ég á alveg eftir að horfa á þetta. Og já, og þannig að ég veit ekki alveg hvað er að tala um, en hún var að senda þetta helvíti marga pósta. Já, þessi þættir bara, við tökum þetta betur, en þetta er sem sagt King of Stalker. Já, við ræðum kannski bara Baby Reindeer setna. Erum við að fara í það núna? Við erum að fara í það. Já, það er rosa. En þetta hefur verið, málega, flestar keppnir hafa verið áður. Þessu hefur verið áður. Blöð tók þetta 4-0 2020. Þá tók hann og rektið þig stendið 4-0. Þannig að væri helviti gott fyrir því að ég þarf basically, ég þarf sigur í dag, væntanlega. Já, þú ert jafn þetta. Nei, ég finna að þú veist engan áhuga að vinna þetta. Nei, þú ert jafn þetta. Maður vill ekki. Smá fighting spirit. Já, byrjum að á þessu. Ertu snöggur að senda e-mail? Ég er svo lélega fingrasetningu, en jú á símanum var ég snöggur. Sko, ég sé Blöð skrifa lyklaborð, hann notar 2 putta. Já, vísimingu bara, hann notar 2 putta. Ég held að fólk halda núna ég sé að slá litla strengi. Ég þarf eiginlega að ná þessu on camera þegar ég sé þig. Ég er ekki svona. Ég nota 4 putta. Ég er ekki eins og ljúa. Ég hef 4 putta. Það er helmikið meir en 2. Já, þú veist, það er bara eins og eitthvað dýr í húsdýragarðinum að senda mail, sko. Það er drullu fyndi að Blöð að skrifa e-mail. Já, það er svo skrifið. Og ég nota 4 putta. En ég nota oftast mailið á símanum. Þannig að þú segja það að þú ert ekki snöggur. Sko, Steindi er náttúrulega bara hægur, almennt hægur, en kannski snöggur að skrifa. En hann kann ekkert fingrasetningu. Steindi, hvernig er þú þar? Ég er svona Kannt hann ekki? Ég veit ekki að tala um að skrifa síman. Ég bara tölva. Hversu snöggur er þetta að skrifa? En býttu, varst ekki að segja, ertu snöggur að senda tölvupóst eða e-mail? Var það ekki spurningin? Já, ég er að því að ég er mjög snöggur að skrifa á símanum og ég er alltaf í símanum að senda tölvupóst. Já, ekki takk þetta að mér. Ég veit ekki minna, jú, takk þetta að mér. Steindi, 1-0 liður. Er ég 1-0 liður? Já. Ok. En sko, samt, þú varst með góða punktblöð, þú ert frekar snöggur á síman. Já, ég senda alltaf 1-1. Þetta var sanngjarnt. Já, takk. Það er eina sem biður í þessu lífi. Hefurðu búið til karakter eða áttu karakter sem er eldirhellir? Já. Nei, það er ekki gert. Þetta fær Steindi risa stig. Níels. Já, Níels, hann var að
Elta Jónugunni. Þú bjóst til Stalker. Já, og vitið þið hvað strákar? Var léttur að fara inn í karakterinn? Það leika sjálf það? Já, það var nú ekki flókin karakter að leika kannski. En það sem var eitt samt sem voru kannski svona mistök eftir á voru að það eitt skets í seríunni. Það var Steindar Mokka seríu 1. Og þetta voru svona margir sketsar. Þetta var fastur karakter. Og í einu sketsinu þá var hann að senda sjálfum sér skilaboð. Já, og ég setti númer hans Dóra DNA. Það gott grín. Já, þú veist þú varst líka með númer af Dóra DNA aftan á pollagalunni í mannasíða þáttunum þegar varst fyllibittan í eigi. Ég var svolítið að setja númer hans Dóra. Ég er ennþá með sama númer. Já, sko, málið það bara þá var DFD málið, sko. Og þegar serían kemur út og þá basically á aðfangadagskvöld þegar allir voru að opna pakka og þá bara síminast, það var bara sko hann var verið að ringi hann og senda honum SMS allt kvöldið og öll jólin bara vildu tala við Níels og voru að spurja Dóri það að hefna síðan. Nei, Dóri er alltaf góð. Ég veit að strákurinn að hlusta. Hann er sko málið samt Dóri nær, sko veistu hvernig hann nær revenge? Það er þegar að þú ert blöð í frí eitthvað staðar og Dóri kemur inn sem í blöðkasti og við erum 3. Þetta er bara 60 mínútur lestur á Stenþór. En ég er að gera ferðaþætti með Dóra núna og við erum að ferðast út allt og þar er ég bara, þetta er basically bara ég er að fá lestur allan tíman. Já, hann er að hefna sín. Þar er hann að hefna sín. Ég er að fatta það núna. Hann er basically bara að hefna sín. Já, þú ert líka bara að segja öllum að gera ekki hann að reka við og skýti í sig. Nei, það var ekki rétt. Þú ert að segja það. Ég er einu sinni. Hvað er staðan í þessu? 2-3 Stóni. Og líka þú veist, hann er sko, Steindi, þú getur lokað þessu. Hefur þú stolkað hinn spólgraða Money Sim? Nei. Blöðu búin að segja okkur margótt og stolkaðar hann. Já, þú meina. Nei, ég var ekki að stolka hann. Mástu þið nokkaðið vinnu Já, ef ég hitt hann á sportkafið og myndi á mig. Ég sat ekkert fyrir utan heima í honum. It's stalking right over there. Við erum að vera Nú þurfum við að hreinskilja hérna. Já, er ég stolkar ef ég hitt hann á sportkafið og segja bara, herri, ég minna á mig mér lágar að koma í 70 mínútur. Já, veist ég og sendur hún okkur skilabóð. Já, ég man mail. Já, ég hitt hann að Gauk og Stöng einhvern tímann og þá kom Bryndís fyrir hendur konan hans og bassmóður hans og sagði, herru, nennur bara að fara núna. Ég gleymi aldrei. Þannig að ég skal taka punkt að það. 2-2. Ertu bocciakall? Já, er það stolkar dæmi? Heldur góða punktur sko. Ég veit ekki, fannst það svolítið eitthvað svona eldir hellalegt eitthvað Erstu með hérna Steinþór? Já, ég er með Ég fannst bara eitthvað svona boccia að vera eitthvað svona Eitthvað stolkar? Já, bara svona eldir hellalegt Er ég boccia maður? Bocciakall? Já, alveg. Og báði stig það? Er það eldir hellalegt? Ég veit ekki, mér fannst það bara eitthvað þú veist Ég er bara dýrska að spila boccia. Punktur á báða. Hefur unnið sem baðvörður? Já. Ekki, er það stolkættem? Já, þú meina að vera að kíkja í klefana og svona. Mig gruna bara sko, ég hef ekkert fyrir mig þessu. Nei, ég get ekki verið að segja þetta Ég er bara að stríða Steinda. Ég ætla nefnilega að leiða ykkur bara að grafa ykkur. Ég ætla bara að setja og hlusta. Mig grunar að sé vinna sem svona eftir þetta sæki. Ég ekki, mig grunar að byrja hann sko, að þessi vinna að þú fer þá að elda fólk bara út allan bæ. Ég bara svona, ef ég út eldir hellir þú veist, þá er þetta heldur góð vinna allir. Er það? Þetta er illa vegið að baðvöru landsins. Þú sér að stríða Steinda sko. Ég er að þjálfa annarkvæmt baðvöru á landinu. Ég er nú haldið að væri frekar og væri bara þá, þú veist langhlaupari. 4-3 spilaður einhvern tíma lagi matsal. Þú hérst að geggjugella sér langað í myndi fíla. Já, gerði það. Dead hat 4-4. En Steindi, þú það var ekki svona DJ-búr í matsanum. Hæ? Í Mosó? Nei, Gast ekki farið í eitthvað búr? Nei. Það var landaköss, sagði að setja laga Það var ekki landaköss, það var ringi. Herru, næsta Já, landaköss var bjóð ekki í Mosó þá. Varstu það óður í gellu einu sinni og eldir hann á Jesú fund? Já, ég veit nú ekki alveg hvort það hefur verið Jesú fundur. Þetta var samkoma. Já. Hvað var í gangi á þessu konstið? Það lesu upp úr bleikri bók og hvað er það annað Jesú samkoma? Ég hefði þetta á einhvers konar samkoma. Hvert varstu með þér á hana fund? Ég er ekki ennþá viss hvernig samkoma þetta var. Hver var ég á Wingman í þessum fundi? Já, ég var ekki að segja DNA-mæðurinn. Er Steindóðin King of Stalkers? Nei, 5-4, ein eftir. Ok, sko, ég sé núna sko
Sko, ef við blásum þetta út núna, þá Steindi victorious. Já, förum í lag. Það dauðafæri á þetta var X ef þú vilt að þið jafna þetta, þá bara fer í lag núna. Mér langar ekki að jafna þetta. Og ég ætla að setja þetta lag á fyrir FM 957. Hældi ég þér að hlusta FM 95 blöð á FM 957. En já, ég ekki í beinni útsendingu núna og sitt einn í klefunum góða. Það ekkert ástæðalausu því að það komið að árlegu símtali. Ég held að flesti sem hafa hlustað FM 95 blöð síðustu ár viti að við sendum alltaf einstakling út á keppnina og það búið að vera sami maðurinn, hvað þetta, 12 eða 13 ár. Það Eurovision farinn okkar Hjöbbi K eða Hjörvar Hafleðarsson, hann hefur alltaf farið fyrir hönd FM 95 blöð og við erum svona með rúfhópnum, hann lítið farið fyrir Eurovision þetta árið hérna á Íslandi, en ég ætla að tjekka bara hvernig stemmingin í Svíþjóð. Heyrum ég hann. Bíddu, hver lét þig hafa númerið á mér? Nei, hvað segir þú gamli? Ég segi allt frábært, það gekk allt upp hérna á þriðjudagskvöldi og heyru og hennar teimi, þannig að ég held að sé ekki tækt annað en að vera ánæður. Nú, var þetta ekki, hún fór nú ekki áfram? Nei, að útskýra þetta fyrir þér í fótboltamáli. Endilega, þú ert nú bestur í því. Hún var í riðli með Brasilíu, Argentínu og Frakklandi. Það var alveg ágætlega erfitt að komast áfram en hún gjörsamlega neldi lagið og núna hver sem að fer Malmö þá allir að syngja Scared of Heights. Okay, scared of heights, I'm scared of heights, I am scared of heights. Lagið nú ekki svona, sant? Scared of heights hefur gjörsamlega náður og hérna lagið ekki svona, sant? Já, það cirka svona og það allir að syngja Scared of heights. Ok, þannig að svona ef við slettum aðeins we made a mark þann úti í Svíþjóð. Já, heldur betur, það búið að ganga alveg ógeðslega vel og Hera náttúrulega hérna, þú veist eins og allir keppnismenn, hún með sína svona hún gerir með sína rútínu fyrir allt sko. Já. Fyrir keppni, alltaf kynlíf. Ok, herðu, já. Ég hringdi, það, ég vissi ekki að hún var í gift, þannig ég fekk Foppa klippara til að koma út. Já. Og hann bara sendur aftur heim. Já, herðu, hérna. Nei, frábært hjá þér. Segðu mér annað, þið fórum samt ekki heim með það, hvernig það? Nei, við erum að koma heim bara núna á miðvikudaginn og þetta búið að hérna ganga alveg frábæra. Það var smá, Jökvan Hansen með svona litla reglu, hann drekkur bara í útlöndum. Já, Jökvan, hann með ykkur? Já. Bara svona til að fylgja, svona halda utan hópinn og svona hann að skipulegja alls konar, nóg að gera í honum. En hérna, hann setið með þetta prinsip, hann drekkur bara í útlöndum. Já, hann þá að fá sér í Svíþjóð? Já, hann búin að fá sér aðeins hérna og hérna Friðrik Ómar náði nú aðeins að róa niður. Skemmtilega frétti, Friðrik Ómar ætlaði að lesa upp tölvuna fyrir okkur á morgun. Það gamla því. Og hérna, en eins og segi, Jókvan búin að í smáveisinni. Nú. Og Rúnar Freyr hefur aðeins verið með hann á einhverjum fundum og alls konar. Hvað var hann að gera? Nei, bara hann verið svona aðeins að eitthvað að kýtast þarna í norsku tvíburónum. Já. Eitthvað hraun yfir lægir og eitthvað svona sem var bara einhvern veginn, það var enginn að byrja það. Nei. Svo Gunnar Dís algjörlega búin að geisla hérna. Ekki það. Og algjörlega, veistu hvað, það var svo tímabært að fá konu til að lýsa Guð minn almáttur. Já. Þetta búið að vera svona þessi pungar, hvað heita Sigmar og Gísli Marteinn, þetta búið að vera svo mikið pungasjó. Já. Hvað Gunnar Dís neldi þetta bæði á og 50 daginn og hressandi að fá kvenmannin. Það er gott að vera laus við kallana. Já. Og hérna hún hefur algjörlega slegið í gegn. Það líka, var ekki eitthvað vesen á Gísla hana síðastir í ringdi? Þú ert náttúrulega búin að fara hvað, 12 eða 13 ára röð fyrir okkur? Jú, Gísli var hann að díla við það, hann alveg upp í eitraði kallmennsku. Já, það aldrei gott. Lífið snýrist bara sem úlinga, hann var í Vestló, það snýrist alltaf með Ölsen og Stóra Jullur. Hann bara eitthvað núna er hann hættur að pæli öllu svo leiðis og þetta var ógeðslega flott statement hjá honum. Ég mæti ekki ef að Ísraeli tekur þátt. Þetta var ógeðslega flott statement hjá honum. Já, en við fengum þurfum ekki út í pólitíkina. Við fengum í staðinn Gunnar Dís. Já, sem hefur geisla. Þetta er svona eins og að taka sko, hvað maður að segja. Þetta er eins og að taka Amrabat á miðjunni og fá sítan inn. Það er bara þannig. Skilurðu? Já. Þannig að það er bara góð stemming og, Það er bara æðislega stemming, það gekk allt upp. Já, æði. Það gekk allt upp, scared of heights. Já, það er náttúrulega verið skemmtilega að fara áfram hér, við erum hreinskilnir hérna. Já, en við lentum bara í döðarili og það var ekkert við því að gera. Nei. Scared of heights hefur allavega algjörlega náð til fólks hérna.
Svo er ný stjarna. Nú? Manstu, þú horfir svolítið á landana, ekki? Jú. Manstu þetta strákar, Gunnar Birgisson. Já, skafferingur. Já, Mosó strákur. Hann er bara svo ógeðslega flottur hérna úti og búin að vera svo faglegur. Þetta sem hann gerir. Gott að heyra. Og þú veist að hann er búin að eignast ykkur 10 nýju vinkonur. Það er bara þannig. Þetta er bara engin gaur á landinu sem ég þekki sem á fleiri vinkonur en Gunnar Birgisson. Nei. Og það var þannig að ég var í ammæli núna í fertusamæli í lok síðasta árs hjá vinkonum minni í London. Og við Hvað er þetta að tala Rakel, konu minni? Já, hún er kona þín, já, en allan ég var í svona smá vinkonuferð þar með þeim. Ertu ekki að tala ammæli hjá Rakel eða? Jú, sko, og við vorum að tala þegar við vorum í ferðinni, það vantaði einn mann. Það er Gunnar Birgisson. Já, ok. Og hann er, eins og hann sendi sjálfur, hann er mættastur í næsta ammæli. það er bara svona ekta Gunnar Birgisson. Hann er að heilla alla hérna með bara einhvern veginn sjarmanum sínum. Hann og Rúnar Freyr hafa náð vel saman, sko. Gaman að heyra. Og það er búið að vera frábær og einhvern veginn allir að syngja Scared of Heights. Herru, djöfull gott að heyra þetta. Það er stemming úti þráttur við höfum ekki farið áfram. Þið verðið fram á miðvikudag, segiru? Já, fyrri hópurinn fer heim á miðvikudag. En svo ætla ég veit ég að Hera og Friðrik Ómar, þú ætla að vera eitthvað aðeins lengur. Þannig þetta verður bara ógeðslega flott. Gott að heyra og bara sendu kveðjur á liði og Hjörvar og takk fyrir að fara fyrir hönd F95 blöð. Passa á einu, ekki vera Scared of Heights. Nei, ég er nú ekki loftrættum maður. Takk og ég heyri þér. Blessaður. Herðu, þetta var Hjörvar Hafliðason beint frá Svíþjóð og við óskum bara opnum ekki góð skengir, bara góð stemming og vonandi er allir að skemmta sér að núti. Þetta er FM 957. Viltu bjóða Baldur eða hvernig? Fyrsta sem Egil spyr, fórseta frambjóðan Baldur hér, hvort hann vilji bjóða, ég ætla að byrja að bjóða bara velkomin Baldur. Þakka þér kærlega fyrir, mikið gaman að koma til ykkar. Já, bara takk fyrir að koma. Geggjað að fá þig, við erum búin að fá núna svona frambjóðendur að koma og ætlum að halda því áfram, alveg fram á kosningum. Já, og bara heiður að fá þig í stúdíóið. Þú komst þetta bara beint inn, ætlum að fara í annan dagskólið en fyrst þú varst mættur og það bara hendu okkur í þetta. Þetta er alltaf að gera svolítið rætt. Bara ekki spurning, sko, bara eins og kosningabaráttan, þetta er alltaf að gera, sko. En alltaf réttri leið, sko. En ef þú vilt bjór, Baldur, þá er það ekkert vissum. Ég er með 2,25 og svo er ég með venjulegan. Hvað færðu þér á djamminu? Hvernig er staðan þar? Hvað fæ mér á djamminu? Ég fæ mig bjórin. Út í alveg standi, ertu í lightbjórnum eða hvernig? Ég oft á tíðum, ekki alltaf, bara svona stundum. En eftir hver hann er, sko, já. Sko, eftir að lightbjórn kom ég minnst bara ekki erfitt, mér skrítið að fá mig venjulegan bjór. Það er ekki erfitt fyrir því, ég sé það svona fæstöngið, sko. Það er mest að líka sig. Já, en þú veist að lightbjórn hann er helviti fít maður. Já, en talandum í góðu standi, ertu mikið í ræktinni? Ég sé að það er... Já. Ég er í CrossFit. Við Felix erum búin að vera í CrossFit alveg bara fyrir 2008, bara vorum með fyrstu sem byrjuði með honum Evert sem er í CrossFit Reykjavík, þá var það að ég var í World Class og við erum búin að vera alveg bara síðan alveg reglulega. Ég segi ekki við förum ennþá 6 sinnum í viku, það var einu sinni þannig og einu sinni raka 6 sinnum í viku? Já, einu sinni raka Evert mig út af, þannig komst að ég var að koma í 9. skiptið í röð 9. daginn í röð, þá raka mig út af sagði nú er ég að taka kvíld, núna förum við tökum svona annarkvæð dag. Hvar eru þið í CrossFit félaginu? Í Reykjavík, CrossFit Reykjavík. Bara geggjuð stöð og það er bara svo góð stemming og mikið af saman fólkinu sem er búin að vera með okkur allan tíman. Þannig að þetta er búið virkilega skemmtilegt. Eða það sem við vorum líka að gera í hringferð okkar landið út af þessum kosningum, við heimsóttum alla CrossFit stöða þar sem við gátum. Þannig að CrossFit er að fara að kjósa. CrossFit er máli, sko. Það er í líkamsræktin máli. Það er sterkt community, sko, að ná þeim inn. Jú, bara, það var svo gaman að fara á þessar litlu svona íþróttamiðstöðar. Það kalla sig ekki allar CrossFit, en þær eru svona með CrossFit-æfingar, það sem við vorum að gera. Og þetta eru bara fjölskyldufólk sem reka litlar flottar íþróttamiðstöðar og það skiptir náttúrulega bara rosalega miklu máli fyrir byggðarlögin út á landi, bara þegar fólk vilji koma heim. Þessi er bara alvöru líkamsrækt eins og þið þekkið. En ertu típan sem varst að horfa á eins og Anni Mist og Katrínu og þetta þegar þú voru að keppa á... Já, heimsmeistaramótunum, Evrópumótunum, já, við hef gert það. Við hefum ekki ennþá farið á leiki úti, á leikana úti, en ég fylgist með. En sko, þú talaður að fórst 9 daga í röð og það að biðja að hætta. Ertu svona, ferðu all inn í hlutina? Já, ég get það, já, ég sekk mér alveg onni í hlutina, sko. Ef ég sé að skrifa
fræðigreinar eða annað, þá erfitt að rífa sig út frá því eða núna kostningabaráttuna sko, erfitt að rífa sig frá henni sko. Það er bara all in eins og þið segir sko. All in típa svolítið. Já, ég hugsa það. Þú veist, svo að vera í þessu, þú veist, hvernig er bara eins og venjulegu dag, þið bara vaknið og farið svo á einhvern stóra fund og já, hvað ég að gera í dag, eða hvernig er þetta? Er það skipulegg alltaf dag? Já, er dagskrá bara út vikuna eða? Já, þetta er fyrsta skipti í ævinni sem ég stjórn ekki mínu eigin lífi. Það er bara dagskrá frá morgni til kvölds. Já, bara sendur einhvert. Já, sko, já, það er bara svo mikið af beðnum að koma og tala og heimsækja sem er bara dásalegt. Þeir segja mér sem þekkja vel í kostningabaráttu, þetta er að byrja miklu fyrr núna og það er meiri svona aðsókn í frambjóðendur. Finnst þetta hostile, við erum búin að spyrja nokkru, finnst þetta svona pínu hostile stemming í gangi? Ekki þá milli frambjóðanda alls, mér finnst ekki að milli frambjóðanda, mér finnst bara roða vingjarnli stemming á milli frambjóðanda. Það eru svona, ég bara svona fólk eins og þið þekki bara samfélagsmiðlunum og einn fjölmiðl kannski eitthvað það nagast út í eitthvað sko, eins og gengur. Halla sagði, hún er alltaf með reynslu og síðustu kostningu, hún vil meina að það sé töluvert svona harðara núna en síðast sko, hún var í öðru setu eftir Guðna. Já, þetta er hún vil meina að það sé aðeins harðar. Já, ég tek undir það. Ég fylgdist vel með þeirri baráttu, það er aldrei harðara núna. Varst þú að hugsa að bjóða þig fram þá? Nei, en það var komið að máli við mig eins og sagt er og ég vildi ekki einu sinni taka samtalið. Ég viðurkenni að ég vildi ekki einu sinni hlusta. Það var gerð könnun og annað sínt sem var þokkalega stuðning. Svo var aftur komið núna og þá sagði ég eitthvað sem svo við eldhúsborðið heima í Vesturbænum að núna, ég skildi hlusta fólki sem kom. Og Felix spurði mig strax af hverju viltu hlusta núna, eins og ég hlusti aldrei á hann sko. en ég þurfti að veltaði fyrir mig sjálfur og þá rannuði fyrir mér, það hefur bara svo margt breyst í heiminum og það bakslað okkur í lýðræðismálum, í mannréttindamálum, hatursorðræði sko, tröllrýður öllu, það hefur aldrei verið verra. Það er svo erfitt að leiðrétta rangar upplýsingar sem fara á fót sko og mann líður, og svo náttúrulega stríðsástand í Evrópu, ég brenn fyrir alþjóðamálin, ég meina ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs er bara skelfilegt eins og við vitum og mann líður alltaf þannig þess að dagana annarkvæmt bara vill maður fara upp í rúm og breiða sængina svona hátt yfir höfuð eða bara stíga fram úr og spyrna móti. Mér finnst eitt gott að þú talar að var ekki komið að máli við eins og núna tjekka, að ég glemdi mér að spyrja aðra að þessu, eins og núna þú ákveður að taka bara að þú ætlar að bjóða þig fram til forseta, lætur þú gera könnun fyrst persónulega bara hvort þú sért með fylgi í þetta eða bara dembur þér í þetta? Nei, ég gerði það ekki persónulega en það voru fólk sem var að hvetja mig áfram að bjóða mig fram sem lét gera könnun svona viðþorf, ertu jákvæður eða neikvæður mér sko. Það var svona almenn könnun og miða við aðra frambjóðendur og þau kynntu fyrir mig niðurstöðunar en það var ekki á mínu vegum en mér skilstu oft gerir fólk þetta sko. En þú ert með einhver öflugustu eða þú, Gunni Helga, öflugasta Facebook-grúpan, þeir eru búin að taka svolítið yfir þann miðil. Það var engin annar breyki ykkur þar. Það var engin breyki Gunnar Helgason. Þú er mjög lojal hópan á Facebook. Mjög öflugan og mikinn hópan. Gunnar geggjaður. Hann er alveg geggjaður sko. Hann stofnaði þessa síðu, stuðningsmanna síðu á Facebook rétt fyrir miðnætt á mánudagskvöldi. Svo þegar við félagsvoknum á þriðjudagsmorgni, bara 8 tími síðar, það voru svona 12 símtöl sem voru ósvöru frá Gunnar Helgasyni. Og þegar Gunnar Helgason byrjar að hringja, þá hringir Gunnar Helgason hvort sem hann svarar ekki. Og svo voru bara símtölin, nú eru 10.000 manns á síðunni, nú eru 11.000 manns á síðunni, nú eru 12.000 manns á síðunni, hvar eru þið? Og þá var einskvæmt að fara að svara eitthvað og hugsa hvað maður vildi sagt hafa í baráttunni sko. Þú kom með svona fjölda, þá bara þarft að gera það sko. Já, það var þannig og það var svo mikið ákall, við vorum, ég segi það alveg, við vorum feimnir gagvart þessu, við höfum enga þörf á því að trána okkur eitthvað sjálfið fram en fólk var að og hefur aldrei gert nei, bara alls ekki og ég bara þetta ákall að tala sko fyrir mannréttindum allra tala bara fyrir landun sem eina heild sko og svo erum við að forgangsraða málum barn og ungmenna og svo brenni fyrir alþjóðamálin og bara samfærum það að við getum tryggt hagsmuni okkar sko enn betur alþjóðlega og látið gott af okkur leiða ég hef sjálfur sko stúderað bara af því að við ræðum þetta stúderað hvernig önnur smáríki hinn Norðurlöndin sko eiga að fara að því að tryggja hagsmuni sína í alþjóðarsamfélaginu og hafa áriðu góðs og mér langar bara að taka þetta með mér í farteskuna að bestastöðum ef mér er treyst til þess. En nú þú ert sérfræðingur King Ástór meistari hefur verið að tala um það
Aston Martin? Sko, Putin geti bara mætt og geti álur vesen. Sko, hver svona fyrstu líkunar á því að Putin mæti til Ísland og segir bara, hörðu, ég ætla að taka yfir flugvöll og ég ætla bara að taka yfir Ísland Þetta þægilegt fyrir okkur, þetta gott location, ef þetta eitthvað vesen með Bandaríkin. Nei, ég trú ekki það sé að fara að gerast. Einfallega vegna þess að við erum í NATO og Putin á þessu stíð ekki að fara að náðast á NATO-ríki. Það sem eins og hætta vegna ástandsins í Úkraínu og bara útþenslu stefnu Rússlands að það verði aukna skærur annars vegar á milli Rússlands og hins vegar NATO-ríkja. Sem geta, það er náttúrulega verið að klippa á gasleiðslur, skiljiði það er stöðuga netárásir á miðla. Það er nú létt að taka þennan eina sæstreng út. Þetta er nefnilega hættan sem við þurfum að huga að. Við erum lítil ríki eins og okkar, við erum bara meitin alþjóðarflugvöll. Ef hann fer, þá flugvöllurinn farin, skiljiði. Sjáu, 20 flugvölla sem eru í Bretlandi. Það eru 2-3 sæstrengir, við tengjum okkur heiminn. Já, þannig að meðan að við erum með hann hugsunátt á Íslandi, þetta reddast, sem er náttúrulega ágætt og svona hvetur okkur það er svona eldmóður í því, þetta reddast og við komum hlutunum í verk. Það er ágætt líka í litlu ríkjum að hafa fyrirhyggju, hugsa eins fyrir hlutunum. En ef við værum ekki í NATO, værum við ekki í hrikalega málum, geta ekki Putin mættina bara svo törði, pínleiti land, við erum eitthvað 10 gæði sérsveitinni og við tökum þetta bara. Ég hef talið það fyrir betra á því að við vinnum með okkar nánustu vinnaríkjum, bandalagsríkjum og stöndum með þeim bara til þess að bara líka fá aðstoð þeirra til að tryggja hagsmun okkar í samfélagi þjóðana og bara sinna vinna með þeim alþjóðlega. En við erum búin að fá hér nokkra frambjóðendur, við hendum öllum í hvort myndur frekar og það er liður sem er þekktur í F95 ég ætla að byrja það að spyrja þú mætti fá hvaða 3 einstaklingar sem er í heiminum í fyrstu heimsóknar Bessastaði hvaða 3 einstaklingar kemur í heimsókn Mátt ekki segja Felix, hann er bara í fríi hérna. Og ekki segja Gunni Helga. Já, þeir verða báðir þeir fá bara átó inn og Björk líka fyrst 3 einstaklingar fyrstu matabóðið má ég byrja á því að bjóða Obama. Hann hefur mikla reynslu. Var ekki gott að leita ráða hjá honum? 100%. Svalur líka. Já, Svalur, mjög Svalur. Og svo af því við vorum að tala stöðumála í Evrópu eigum við ekki að bjóða Zelenski út Úkraínu forseta með Grínisti leikari og grínisti Þið værið aldrei góðið saman að ráðlega ykkur hvernig við höfum að vinna sem við okkar vinnum í Evrópu og Bandaríkjunum með gott matabóð og það er bara að bæta við þriðja verðum við ekki aðeins að létta þetta en samt á alvarlegu nótum þriðji gesturinn það er Dolly Parton það er Dolly Parton sjáu ekki hann á milli sjáu hann fyrir ykkur á milli Obama og Zelenski hún er geggjuð Dolly er náttúrulega svo geggjuð ekki eru bara frábær sönguna hún er náttúrulega mun tróðu upp hún er náttúrulega tróðu upp svo er hún líka bara hún er búið sjálfa sér til á Dolly engin hún er bara hún sjálf og svo er hún bara svo mikið mannréttindabarátta kona og hún bærst fyrir mannréttindum og fyrir lítilmagnanum og hún hjálpaði til að búa til COVID bóluefnið og fjármagn frá henni Ég sá viðtala hann daginn að sem að besta ákvörðunin á ævinni hún dyrkaði Elvis Presley og Elvis vildi taka I Will Always Love You og hún hugsaði þessi heilingjum hún hafði fengið bara einu upphæð á hvaða neitaði og sem betur fyrir að gera hún það því að hún lifir ennþá á Whitney Houston útgáfunni í dag við erum að tala einhverja milljarðar ég held að segja meira en mörg orðum Dolly Parton að ég held hún sé eina manneskinn í heiminu sem er nei við Elvis Presley þú neitaði hann ekki lagi þannig að ég held að hún verið alveg góð með Ukraínu-forsetanum og Obama hann ég var til að vera þarna þá er það næsta hvort myndur frekar reykja pakka á dag það sem eftir er eða deyja áfengistöð einu sinni í mánuði Þetta er kræfandi Hefur þið reykt eða reykjurum? Nei, ég hef nú ekki gert það Ég segi nú ekki maður ekki stólið sér að kveikja sér í má maður segja það, í sík og þegar maður er í mentaskóla Það gekk mér alveg út í eitt en ég reyk ekki og ég hef aldrei reykt En mér finnst þú hrikaleg tilhugsun að deyja áfengistöða ég held ég tæki tóbaki frekar Pakki á dag Frekar heldur þessi áfengistöð ég get ekki hugsað mér hann
líka bara sexy að reykja. Það er mjög óvart sko, en það lítur vel út á minn. Já, það getur gert, já. Minnstu kannski að 7. áratökunum leita vel út á minn sko. Og hesti með kúi með hattinn Já, Clint Eastwood leit vel út sko, með kamelin sko. En hvort myndir þú frekar fara á flöskuborð með Joe Biden eða Donald Trump? Flöskuborð með Joe Biden eða Donald Trump? Já, þú veist, þeir eru bara niður í bæ og það er alvöru donki gangi. Stattir á haxið átó. Já, einmitt. Eina sem er á flöskuborðið, þá heyrur ekkert í þeim svo að tala við og þetta sem vil háa. Ég er að breyta því, bara fá þér í glas með öðrum korfum. Já, það er vegna þess, sko, ég ætla nefnilega að taka Donald Trump. Af því vegna það var svo auðvilt að drekka hann undir borðið. Ég skilst að drekka ekki. Hann var í game over 2 drikki. Svo var það bara að Joe Biden er í sopnaður hvort þeir á fyrsta borðum. Ég var alltaf að spjalla við hinn. En eru þeir ekki svipa gamlir eða? Er það máli? Ég bara... Ég held að Biden sé eldri en Trump. Já. En þú Baldur, þú ert með Valla Sport í teimunuðinu sem er líklega besti umbóðsmaður / pluggari sem Íslendingar eigum. Já. Það er rosalega þú þekkir það á Mercedes-Benz. Já, er það ekki? Já, með klöpp segir ekki Benz, klöpp, já, klöpp. Við heyrum það daglega, sko. Já, ég meina, ég fekk svona bilinu 30-70 símtur frá hver einsta degi hérna. The Mercedes Club bara keppi júru sem átti fyrir komið. Geti forvarta símtölu á því núna. Hvað er þetta besta ráði sem að gaf þér? Það er málið bara, mín reynsla af Valarsporti það var engin betri hugmyndir en hann. Svo kom einhver sem er kannski ekki af góðar, maður sikta þær bara út, en góðu hugmyndir eru bara það góðar að gæði náttúrulega snillíkur sko. Valli er algjör snillíkur. Já, þannig ég sá að hann var í teimundin og hugsaði bara, nú voru aðrir í vesenni. Það var svona mín það sem ég hugsaði, ég sá það. Já. Ok, hann er búin að koma með fullt af góðum hugmyndum. Hefur hann komið með hugmyndir sem að þú er neita? Eins og Egill, þannig að hann vildi ekki vera með síðu á heyrstúlkunni og vera á einhverjum bílu. Nú ger ég bara allt eins og Valli segir sko. Það er eiginlega þannig. Bauð mér segja fram af því hann baði það sko. Já, hann var einn af þessi fyrstu sem var að koma að mála við okkur sko. Og kom líka rauninni að mála við okkur fyrir 8 árum sko. Já, hann er búin að vera svolítið með ykkur hann var maðurinn sem ég var að tala rauninni áðan sko. Já, sem við vildum ekki tala við fyrir 8 árum. Er svolítið King Valli Sport búin að vera svolítið í raun að, þú veist, hvetja því að hjóli þetta? Já, hann er búin að vera það og bara verið rosa stuðningsríkur og góður ráðgjafi og bara hvetjandi og hann er alltaf svo uppbyggjandi. Já, og líka bara topp maður, algjör mest. Tekur alltaf bara rólið spjallið og hérna bara hann kvíslar alltaf í síman kvíslar líka á þeirra, hringir þið já, svona rólega yfirvegum sko. Já, sérstaklega það komið tala erfið málefni, ég kann að meta það sérstaklega sko. Hann æsir sér aldrei. Verðum við ekki að fá Valla bara í heimsókn? Jú, ég held það sko. Tala svo mikið hann besti markasmaður landsins sko. Það er rosalega. En Baldur, sannur heiður að fá þig bara hinga í spjall. Takk hérlega fyrir að koma. Ég er bara virkilega gaman að koma til ykkar. Og gangið vel maður. Ég er bara sömu leiðis, minna frábæra þátt ykkar. Takk fyrir mig. Gangið vel. Bless. Topp tónlistarstöðin FM 957. Það er hárið, það eru Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem færi ykkur F95 blöð ásamt Dynout og Loop Merch og drengir, ég veit ekki hvort ég þóra að segja en ég notaði Dynout í fyrsta sinn á æfiminnum daginn, samt er þau búin að vera að kosta þáttinn lengi, þetta er léttar en ég held ég hræðið breyningar ég er svolítið típan sem vil bara ringja á veitingastæðin og panta borð ég er á Dynout repeatedly ég held, þetta er ekkert eðla þægilegt þetta er nefnilega, þetta er léttar en ég held og þetta ekki að vera að ringja fáku trúð og línna trúð, hvað með fólk sem er að vinna já, þú veist, skilur ísbjörn eða þú vilt panta borð og eitthvað svona, bara klára þetta á netin verið alveg hinskilnir, satt með þess ekkert til dæmis að panta flug bara gegnum síma panta flug? Já, bara ringja og vera með allt á hreinu og bara gætu við farið núna eftir þátt keyrt upp á flugvöll og bara keypt okkur flug bara, skilur, hérna kortið mitt eins og í bara bandarsku bíó það held ég ekki það er náttúrulega glada, það er stemning ég sakna þess ekki neitt sko. Ég elskar bara að fara á neti velja lög, borga, kreditkortið, búm það er ef það er vesen til dæmis, þú ert að fara í flug og dótti, eða bara sonuðin eða eitthvað veikur, þá getur ekki bara hringt og sagt bara, herri, ég er í tómi tjóninu, hvað ég að gera þú getur ekki gert það bara á netinu þú getur ekki sendt bara, herru, Matteo er veikur ég er að missa þessu flug en ef þetta er Æslandi þá getur þú hringt þjónustuverið ef þú ert á Play, þá ferðu bara á hérna, Facebook síðan og yttir á Messages og svar þar á núleitni það er í stórmál hversu gott er samt í rauninu að við getum ekki bara bruna bara völl og keypt okkur fluga því að þá hefðu þau örugglega einhvern tímann gegnum tíðin að gert það sko. Er það ekki hægt? Getur ekki hægt að sko ef við varum einhver stað komnir í góða heiminn og þá væri aldrei eitthvað svona
förum bara til Frankfurt. Hvað þarftu marga til að fara í góða heim? Nei, ég er að segja, maður myndi aldrei nenn að vera hérna, sjá tvöfalt í leigubíl og vera, herru, sænaðina á síðan, þú vill það bara, herru, við förum bara á völl og tökum fyrsta flug eitthvað. Hvað er það sögur, gæja sér detti í það og vakna í köpen, er það bara með það? Nei, þú getur alveg verið fullur á netinu og bókaði flug. Það samt miklu, það flækir þetta mjög mikið fyrir mörgum fyllibitum, sko, sem er betur fyrir, en hérna, hvað þarf maður margar til að fara í góða heiminn? Það er svona ísjönd. Sko, á degi 2 þá þarf ég 2. Málega það, sko, það er nefnilega eini galli minn, ég þarf alveg bara svona 12 bjóra, sko. Til að fara í góða heim. 12? Nei, þú veist, kannski ekki. Blöð þarf 2? Já, þú veist, Nei, á degi 2. Nei, ég er að segja, ég er náttúrulega stráð, er ég ekki þingri því það? Þingri, það er gott í þér. Nei, ég segja, þú veist, þetta tengist náttúrulega. Það er bara um kíló og viktinni. Þú veist, ef þú ert 60 kíló, þá, þú veist, þá get ég vantilega að drukki þig helvíti léttur undir borðið. Ég get drukki Bösturinn undir borðið og hann er þingri en ég, sko. Bust Machine. Hvernig er það degi 2 í AC? Besti blöður en það ekki? Besti blöður, Steindi getur staðfesta. Já, sko. Ég tók AC all in núna. Það er bara hann, ég var bara að lofa sjálfum mér það, ég var bara að lofa drengjunu það. Steindi var einu svona að vakna, þá var ég búin að vera í póker og drekka 7 bjóra þannig að vakna. Já, málega er að sko, blöð er king of AC eins og staðin er núna, sko, því að náttúrulega Bössi mætti ekki, hann var í rauninni, sko, hann þarf að ná kórunum tilbaka. Já, þetta var ég svo lestaslis í viljulega. Nei, það var flott. Ég var bara ekki með hettu hann að segja sett hann á, sko. Já, en málega það, var þetta ekki gaman að? Jú, þetta var einn besta AC-ferðin og Egill, það verður farið aftur, við erum hættir að lofa, förum ekki, þú kemur með næst, you're coming with. En getur skoðað annar location? Það má alveg skoða. Okay. Ég get bara að lofa ykkur, ef við fórum núna, ég get bara að lofa ykkur þessu, þá munir þetta aldrei hætta. Því miður. Nei. Akkur var því miður? Nei, ég er að segja, þú veist, akkur var ekki skrítið að fara allt í hérna hætt að fara ánga og akkur var það ekki bara löngu hætt. En ég með rugglakoncept, Vegas getur verið gott. Michelin veitingastæðir, partí og það sem er DJ, sundlaugarpartí með DJ. Við höfum farið þá. Er það eitthvað sem við getum mögulega að skoða sem allir sitt og vinsaldra 180 síðan? Þú vorst að tala vilsa menn. Ég veit, þetta er málega, veistu hvað málega, mikil svo gæðin þess að ná á þitt band er, það er Landaköss og Húgimenn. Þessi gæðir eru running shit. Já, svona pöttur og útbróti fleira, ég held að ná sko, hún er þeim á bandið og blöð lokar og svo, áttu komið. Á ég segja þér eitt, Köss vildi panta aðra AC-ferð í AC Ágúst. Við sátum allir fullið við borð af því að hann á ammali í ágúst og Bush er að spila í ágúst. Og hann sagði basically bara, guys, nú förum við bara í síman og pöntum ferð Bush er að spila, eða það er bara nefnt hvar í anskotanum þeir að spila í the pool Hard Rock þeir að spila í the pool. Já, eitthvað svo leiðis bara helvíti hafa þeir farið hratt niður eða þeir að spila í AC maður. Hratt niður, þú var átt að því að ég hef aldrei heyrt þessu hljómsveit sko. Bush ég er erfitt með að drulli yfir þetta er uppást location aðeins Landaköss og uppást hljómsveitina þá get ég ekki drullað yfir þetta sko. En það er enga líkur ég farið þar nema ég ætli bara að vera einstæði faðir. En Baldur fór að kosta með það. Það var pappahelgar. Það var geggjaður. Það var bara 50-50. Ég, veistu hvað? Pappavikur. Ég ætla bara mökkaður eina vikuna. Svo þú bara heim með börnin hinn. Já, sweet deal. Veit ég hvað mér finnst það? Því að Baldur var að fara og hann var geggjaður. Eru þið búin að ákveða hvað þið ætla að kjósa? Og nei, það var einmitt þess að segja 90%, nú er ég að segja 90% af fólki sem ég tala við er ekki búið að ákveða og er bara svona, nei, ég ætla bara að hafa þetta opið og meta, þannig að ég held þetta verði ógeðslega jafnt að loka metum. Straight to the wire. Alveg að 3 vikur á morgun slett. Þetta var heldur krefend. Þetta var skemmtilegt. Það var gaman að sjá. Það eru nokkri sem eiga séns. Svo getur það gjörbreyst líka auðvitað. Þannig að debatin er alltaf eftir. Það er breytt búið. Já, menn þú getur hækka bara 10% á síðast degi þessu. Halla gerði það í síðustu kostningum þegar ekki. Fór hún ekki bara rauk hún ekki upp á lokametrum? Skipta þetta svo miklu máli? Já, það skiptir nefnilega rosamáli. Og það þátt ekki bara með kóreografa auglýsingar. Þáttu bara í stúdíu og vera að gefa það lestur. Já. Herðu, við ætlum að fá hér The Weeknd, Die For You. Það er bara þannig. Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957. Þetta er fyrir að hlusta hér á FM 957 á FM 957. Herðu, þetta er ekki full rólegt lag hjá okkar besta manni? Jó, þurfum við ekki að keira þetta eins og núna? Er ekki fössari? Jú, er ekki fössari og suma. Herðu, út að spila fössara með Clubbed Up? Já, til lukkum með blötuna. Ég held að þeir ætla að koma til okkur í næsta þátt. Þetta er frábær plata. Já, geggjar, en drengi, það er nú bara nánast komið að lokum hér hjá okkur í dag. Hvernig er helgin hjá mönnum? Hún er bara góð. Ég er að Eurovision mökk Kolbáns á morgun. Það er ekkert hana. Já, Kolbáns. Þannig að það eru Eurovision partí. Auðvitað. Já, Egill er bara svo eini sem var leiðin í Eurovision partí. Já, ég er ofpeppast.
You're gonna have a hell of a goddamn time Það eru kolb á grillinu Hann sko það er þægilega veð, ég mæti bara hana fæði með light beer og tillir mér frá sjónarbið, horfi og sko og hann er á grillinu ekki að gera neitt Þannig að ég peppaði Euros og ég held að Króatar taki þetta Þetta er samt ekki, eins og í fyrra mástu, það var tja-tja-tja, það var Loreen einhvern veginn, það var Egu ekki að segja að það verið svona 10.000 sinnum meiri stemming Það voru betri lög í fyrra og bara meiri stemming og það var meiri umfjöllun í Íslandi líka í fyrra Já, en Það eru áður við kveðum samt af því að ég er að fá skilabóð frá einu enni Hann er að hlusta Rauður með einu enni Já, okkar besti maður Hann er fullur á Kanari núna Ennið okkar maður Já, hann var að beða mig að skila takast þessi skilabóð að fyrir unboxing 9. júní Já, í blökastinu Já, og það er akkurat 4 vikur Það er akkurat 4 vikur í það og hann vildi koma að framfæra að fyrirtæki að megi allir vera með Já og það megi allir bara það sem við erum að gera er að við ætlum að opna 50 pakka fyrir áskrifendur blökasins Ef þú ert áskrifandi þá getur þú dregin út og fengið það sem við opnum og það má bara, það með að öll fyrirtæki vera með og þið sendi bara basically á tal@tal.is og ef þetta eru ég var að segja svona litlir pakkar, helviti litlir þá saminum við bara við fleiri Það þarf ekki að vera svo í binguna sem allir vinningar eru eitthvað yfir 150 Nei, hvað sem er það samt að vera smá standard Já, smá standard Það er líka ef þetta er tiny pakki og setur bara saman með 2 öðrum eða eitthvað en þetta er líka beinn útsettingu á stöðu Vísi og Vísi.is þannig að ef þú ert að hlusta og ert með fyrirtæki þá viltu taka þátt Þetta er basically eins og litlu jólin nema þetta er sumarleikur Og strákar, það eru stóra fréttir Ég náttúrulega hef laumað þessu að ykkur Það verður nýtt one-of-one spjald í Nei, það er bara þannig Þú byrjar að worka á þetta Já, það er byrjað að vinna í því Síðast var það Wurthblö, Rookie Card, one-on-one Og það er búið að bjóða 500 skall í það Og það er ekki farið út Það er rosa Sá sem að banna á það ennþá Kemur ljós hvað það verður bara Þegar við erum bara live Já, sko, nei Ég mun tísa þeir nærdreigur Þetta er helgin eftir í vegnum nýjan fórseta Sko, það er við byrjum náttúrulega á 3 Heyrðu, við fáum kannski nýjan fórseta til að kíkja Það er spil ólíklegt, já, áfram Heyrðu, en það verða Ég vilja bara kíkja í pluggjunu Sko, næst svo gefur þér okkar puttar eftir þú komir á bestastæði We don't need you anymore Við erum búin að spyrja alla frambjóðundur Herru, fáum við ekki að koma í mat og Allir búin að segja, já. Allir, jú Heldur að standi ekki allir við það, jú Það vona það Það er komið að lokum hjá okkur í dag Kæru hlustendur, eigi góða helgi Við verðum mættið með blökkastið á þriðjudaginn Og svo er bara fullu bátur næsta föstudag Akkurat Það er bara rock Æ, herri, ég skulda auðlýsingar Alltaf leiðilegt að enda auðlýsingum Nei, svo kemur eitthvað gott Svo kemur eitthvað sturlalag Topp tónlistarstöðin FM 957